Góðan daginn, Dagur. Góðan daginn, Ingólfur. Góðan dag. Ertu eitthvað hás? Kvefaður? Góðan daginn, Lörður minn. Góðan daginn. Góðan daginn, bói minn. Í dag merkilegur dagur. Merkilegur dagur? Í dag ákaflega stór dagur. Stór dagur? Ég get ekki séð hans en stærri en aðri dagur. Bói, fannst ekki? Nei. X og Z eru hjón. Brúðkaup í dag. Bói. Já. X. Er jarðarför? Bói. Já. X. Excellent weather. Stórkostlegt veður í dag. Já, Bói, mannst ekki. Kostnaður. Þurfum að fara að borga einhverja reikninga núna. Bói, hlustaðu nú. Já. Kjörið tækifæri til þetta í það. Einmitt. Já. Hvernig gat maður að klikka á þessu? Og við freistum þessan á tali hér af kjósundum sem að streyma á kjörstað. Og við skulum að, hér komið mitt 2 kjósundur. Góðan dag. Góðan dag. Erlendur. Ég þekki þig ekki. Eiríkur, blessaður. Já, svona fara frá. Eiríkur, ertu nokkuð búinn að gera upp fyrir hvað þú ætlar að kjósa? Það er ekki búið að reka þig. Hefur þessi áróður haft Reka, það er einu sem við hugsaðum. Hefur þessi áróður haft einhver áhrif á þig? XG, XG, þú veist? Hann er hérna með áróður á kjörstað, maðurinn. Nú já. Eiríkur. Já, nei. Þú kemur okkur kallinn minn. Koma við ykkur, hvað er að gerast? Ég er bara að taka viðtal. Taka viðtal? Já. Hvaðan tókstu það? Skilaði aftur. Nei, þetta er nú einhver misskilningur. Eins og skott, komdu með viðtalið. Já, nei, er mikið áróður á kjörstað? Já. Hafið þurft að hafa afskipta mörgum? Já, heilmörgum. Já. Hvað er, nú komið þið líka. Á eftir þegar kjörstöðum hefur verið lokað birtum við niðurstöðu skoðanakönnunar á fylgiflokk. Kæru félagar, ég vil þá ljúka þessum síðasta framboðsfundi okkar á kjörorðunum sýnilegt en ekki falið. Og að lokum styðjum Boga inn að þing. Af hverju? Að því hann kemst ekki á hann góð stundu. Allt í lagi, bói. Það er svona, eftir hérna svona, það er svona, hver er þetta hérna? Svona, já, við Alþýðu bandalagsmenn, við erum svona, við EB, þakka, skattlýsismörlinn og kostninga og já, það er búið. Hver er þetta? Sigurður, Ólafur Ragnar? Ég veit, Steingrímur Hermannsson. Steingrímur Hermannsson, hann er ekkert í Alþýðubandalaginu. Nei, hann er að gera grín að Alþýðubandalaginu. Búið. Svo svona brandari, þá er einstu nýtir stúlka, svo segir strákið svona. Nei, voðar. Þetta var sko töframpröð, hélst ég verið horfinn, var ekkert horfinn. Búið. Eins og venjulega fyrir kosningar hafa hinir og þessi tekið að sér að aðstoða aldraða og aðra þá sem eigi erfiðleikum með að komast á kjörstað. Og hér eru skátarnir, Fribbi og Rabbi. Jæja strákar, hvernig hefur gengið aðstofa fólk í dag? Vá! Nei, þið fáið hann ekki! Settu seðlið hérna í kassa! Nei, aldrei, ég var búin að lofa því að Davíð fengi atkvæði mitt og hann skal fá það! Já, það er að koma að tölu núna
bæði frá Vesturlandi og frá Akureyri. Ég held að Borgarnes sé tilbúið, við skulum skipta þangað. Ólafur Rún. Jóhanna Linnet sem ætlar að syngja söng Lírukassamannsins. En, jú, eins og ég sagði á hann, þetta lag eru óperu. Jóhanna Linnet, gjörðu svo vel. Messer sieht man nicht, ach es in der Haifisflossen rot von dieser Blut vergießt, mach die Messer trägnen Handschuh, braucht man keine Unterliest. An den schönen blauen Sonntag liegt ein toter Mann am Strand und ein Mensch geht um die Ecke. Jæja, þá erum við komin aftur á Vesturlandi. David wrote for me back in the 60s. With me tonight are two of my favorite cunts, Silly and Blackie. You may applaud at home. So, first of the songs I'm gonna bring you tonight is called Do You Know the Way to San Jose? I've been away so long, I may go wrong and lose my way. Do you know the way to San Jose? I'm going back to find some peace of mind in San Jose. LA is a great big freeway, what 100 down and buy a car. In a week, maybe two, they'll make you a star. Weeks are into years, how quick they pass. And all the stars that never were are parking cars and pumping gas. You can really breathe in San Jose. They've got a lot of space. There'll be a place where I can stay. I was born and raised in San Jose. I'm going back to find some peace of mind in San Jose. Amy Fortune is a magnet. It can pull you far away from home. With a dream
flow away. And there you are, without a friend. You pack your car and ride away. I've got lots of friends in San Jose. Oh, do you know the way to San Jose? How quick they pass, and all the stars that never were are parking cars and pumping gas. 'Cause I've got lots of friends in San Jose. Oh, do you know the way to San Jose? Can't wait to get to San Jose. Og við skulum létta lundina ofurlítið meira og líta við hjá Spaugstofunni. Ég var einu sinni edrú, ég var einu sinni þurr. Hvað nein? Krummi þetta? Hann var sko 10. Hvað er það? Flottar að blíja maður. Þetta er það bara ekki. Kjörstjórnir har ekki kuppast í sundur. Ekki lægja ná að segðu minna. Þetta var tekist. Aðeins púra þessi sundur átt að borða þetta. Sko þeirra þú enga reyfundur á svo kostum þetta maður. Allt veit lægja hafa. Þetta! Ég lægji! Ég hafa bara! Æstu ekki svona? Róna, róna, róna frambóðið, það er öllu sambóðið. Verður maður ekki vera svolítið fýtt þegar maður fer að kjósa? Jú, bói minn. Maður í þinni stöðu verður að passa upp á ímyndina. Já, ég ætla að fóra að skipta föt. Skal ég hjálpa þér? Já, þakka þér fyrir það. Jæja, hvernig finnst þér þetta þá? Þetta er kannski aðeins of fínt. Já, þetta er voðalega skýrt eitthvað. Prófum eitthvað annað. Jæja, hvernig líst þér þannig að lapp? Mér finnst þetta svolítið óábyrgt. Er það? Og það er að koma tölur frá Reykjavík. Það eru ekki alveg tilbúnar en það eru tilbúnar núna. 4.000. Hvernig finnst þér þessi? Þetta er smart. Er það ekki? Rosalega ferðir þetta við vel. Já. Varstu að fá þér þetta? Já, þetta eru svo kvöldu korónaföt. Ná, þetta er töff. Þetta verður snúið. Einnig. En það er fyrir Hilma, drífið þessu. Já. Kjörseðil. Kjörseðil. Blýant. Blýantur. Hvað ætlar þú að kjósa? Veit það ekki. Einhvern flokk sem vill hertar aðgerður. Einmitt. Veitu? Hvað er það? Þetta er leynileg kosning. Einmitt. Kjörsókn í dag hefur verið ágæt og í allan dag hafa forystumenn flokkana komið á kjörstað einn af öðrum og væntanlega greitt flokkun sínum atkvæði sitt. Hér koma forystumenn þess stjórnmálaflokks sem gæti sett strik í reikningin í komandi stjórnarmynduna viðræðum. En þetta eru forystumenn X-flokksins eða Róna frambóðsins. Arnarhóll 1. Arnarhóll 1B. Takk að þér fyrir. Þetta er leynileg kosning.
Hörru, hvar á ég að setja X-ið? Hvar er við X-ið? Já, takk. Erstu ekki farin að þá? Nei, ofan í kassan. Já. Nei, það er bara hérna, eða hérna er eitthvað ræður. Herðu, má ég hjálpa það eftir sko eitthvað? Heyrðu, hvað er það? Nú, þetta er vafaatkvæði. Já. Það gæði samt fyrir. Örri! Ég er búinn! Já. Nei, röður. Það er Halló, við ekki við herra kjörstjórn. Ég kemst ekki út. Finn ekki til það. Er nokkuð fyrir nýjan kjörseðil? Ég datt á hann gamla. Og við erum skemmtileg kosningavika hjá okkur núna. Já, heilla gallarnir. Já, heilla gallarnir, alveg rétt, já, gaman að vera hérna. Verði, sko, við erum búin að vera að leita að ykkur í allan dag því að okkur fannst að við höfum vanrækt ykkur svolítið í svona, nú undir lokinni kosninga. Þú hringdur í dag, já. Já, veistu það, ég er alveg fullur. Já. Já, bjartsýni. En segði mér, sko, hvernig er ykkur innan brjósts núna, sko, samkvæmt okkar tölum hafið ekki fengið svo mikið sem eitt einasta atkvæði? Nei. Við erum eins og þú sagði, við erum fullir bjartsýni. Já, sko, það er ekki alveg að marka þetta því að okkar stuðningsmenn eru held ég bara ekki vaknaðir en þá. En þeir koma, bróður. Þess vegna náður ekki okkur í dag þeir sváum. Við sváum eiginlega fyrirpartinn í dag. Hvað er klukkan hjá þér, Helgi? Býtu, en er þetta ekki, hún er að verða eitt, en er þetta ekki áhyggjandi talning vel á veg komin og þið ekki búin að fá neitt? Nei, sko. Við höfum bætt töluvert við okkur á prósentum síðan í gær. Já, vorum bara í 13% hvítinu og erum konið í 96% skýra núna. En þegar þið lítið svona tilbaka yfir kosningabaráttuna, hvað hefur þá haldið ef eitthvað skila sér af ykkar málflutningi? Ég held að sé fyrst og fremst slagorði sem við slegið í gegn. Já. Ölfuð þjóð í eigin landi. Nei, var ekki ölfuð þjóð í eigin... Nei, já. Heyrðu, hann er hljómsveit. Er þetta Agel Orangi? Hvað hljómsveit er þetta, ekki? Við erum náttúrulega svolítið á eftir ykkar samtíð. Þetta er Maggi Kjartans og strákarnir. Megum ekki bara taka lagið? Bara það, sko. Þetta er kosningalagið í okkur. Sætt, Maggi. Hondur blessaði, vinnur, hondur blessaði. Við fórum nú í betri galan svona. Nú, þið hafið alltaf verið tilbúinir í söngin? Já, akkurat, þú fréttum það, við erum ekki. 2, 3, 4. Það vill oft kólna upp við Arnarhól og úlpugarmur veitir lítið skjól. Þá er ljúft að eiga lögg í fleig. Ég fæ mér sopa, sopinn gefur ill. Sím svo aftur, fæ mér annan til. Klikkjút með krassandi og vænum þeim. Kemur lag og þegar máni færist ofar, fullur eins og við. Við hefjum okkur hátt og spyrjum, hvar er partíið? Við örgum strætin, stoltir eins og fress. Það stendur ekki á mér að vera hress, því ég á mér litla lögg í fleig. Bogi, hvort myndið þú vilja gangi í EBE eða EFTA? Ég myndi ekki vilja gangi í neitt af þessu. Akkur ekki? Ég myndi vilja bara gangi í SVFR. SVFR okkur? Af því að þá getum við bara tekið strætó í ríkið. Akkurat! Og þegar máninu færist ofar, fullur eins og við. Við hefjum okkur hátt og spyrjum, hvar er partíið?
strætin stoltir eins og fress. Það stendur ekki á mér að vera hress, því ég á mér litla lögg. Á mér litla lögg. Á mér litla lögg. Æjæjæjæjæj, hörðu, nú er ég búinn að týna lögginni. Nú þurfum við bara að fara til Höskulds og kaupa okkur þar einu mínu lítinn fley. Ó já. Þakka kærlega fyrir. Það er góða pilta mínir. Já, það er að í samkvæmistönsum þau Hildi Ír Arnarsdóttur og Þröst Jóhansson og þau ætla að dansa fyrir okkur tja tja tja. Við skulum þá fara til Seyðisfjarðar þar sem Árni Magnússon ætlar að tala við Jónas Hallgrímsson, þriðja mann á lista Framsóknarflokksins. Jú, ég brá mér hér úr húsi og á kosningaskrifstofu Framsóknarflokksins hvar bruddur var hákall. Það náði ég í Jónas Hallgrímsson og fekk hann til að koma með mér hingað í félagsheimili Herðu Breið. Jónas, það bendir til þess að þú sért næsti maður inn, þriðji maður á lista Framsóknarflokksins og þar með myndi flokkurinn bæta við sig einu manni. Kanntu skýringar á þessari fylgisaukningu hér á Austurlandi? Þetta var aldrei í vafi. Við höfum alltaf verið fullvissir það hér í þessu kjördæmi að stefna okkar myndi verða ofan á og þriðji maður verða inni. Þið bætið við ykkur manni á landsvísu. Hvernig leggst það í þig að þessi fylgisaukning skuli vera svo yfir landið í heild? Ég er skaplega bara ánægður yfir því. Og þitt fólk væntanlega glatt? Já, þú sást það sjálfur í okkar húsakynnum, þar sem menn bruddu hákall eins og þú sagðir áðan og reyndar íslenskt brennivín svona í bland.
Nú ert ekki inni en eins og en áttu von á því að þau atkvæði sem eiga eftir að skila sér hér í hús tryggi þér setu á Alþingi? Ég mjög vongóður. Látum þetta nægja hérna Seyðisfirði í bili en eins og sjónvarpsáhorfendur hafa væntanlega séð gengu hér vaskir lögregluþjónar í hús með fleiri atkvæði þannig að það eru væntanlegar tölur héðan frá Austfjörðum, frá Seyðisfirði innan skamms ef ég giska rétt. Já, það oft stutt á milli hláturs og gráturs í pólitík. Það fekk Össur Skarphéðinsson, 3. maður á lista Alþýðuflokksins í Reykjavík, að reyna nú fyrir stundu þegar honum var spáð þingsæti. Og við sjáum þarna að Össur Skarphéðinsson, ertu búinn að stefna þinn á þing? Það er alveg klárt að ég er búinn að taka stefnun á þing að þetta fer nú að vera æsispennandi nótt. Maður er búinn að vera eins og pólitískt jójó inn og út á þingi frá því klukkan 10 í kvöld. Pólitískt jójó segirðu, svo ertu náttúrulega líka pólitískt jójó að því leyti til að þú kemur á Alþýðubandalaginu. Maður tekur eftir því að það var komið margir leiðtogaefni kannski úr Alþýðubandalaginu yfir í Alþýðuflokkin en enga síður þá virðist Alþýðubandalagið standa sig nokkuð vel og Alþýðuflokkurinn halda sínu. Hefur þetta ekki gengið upp hjá Alþýðuflokknum að ná til sín vinstrafylginu? Já, það virðist vera sem Alþýðuflokkurinn har standi í stað út landið. En þú mátt ekki gleyma því að árið 1987 þá var talsverðan sigur að ræða hjá Alþýðuflokknum. Ef við tökum til dæmis Reykjavík þá var í 83 þá var fylgi hér 10,3%, síðan var það 16% í 87. Þannig að við erum að byrja við að halda þessu fylgi og það verið svona takast kannski ekki nógu vel. En svona, þetta er allt að koma, þannig að þegar nóttin er úti þá skulum við sjá hver verður inni. Össur, nú hefur komið ljós að tölurnar voru vitlausar. Þú ert alls ekki inni. Hvernig líst þér á þetta? Heldur að þetta sé bara einhver svona mistökum? Þetta kom allt í ljós að Nei, ég er auðvitað þegar að þessi kosningabaráttu fór á stað. Þá var ég nú frekar svartsýnn á það að við myndum halda þriðamannum, sérstaklega vegna þess að við unnum góðan sigur 1987, fengum þá 16%, hafandi bara verið með í kringum 10% í 1983. Þannig að það var á brattar að sækja og þegar að þetta kvöld byrjaði þá var ég nú svona ekki mjög bjartsýnn á að þetta hefðist, þannig að við sjáum nú bara til. Ég held minni ró og eins og ég sagði nú við einhvern hér fyrir í kvöld, ég er pólitískur langhlaupari, ég er langt í frá hættur. Þá ætlum við að bregða fyrir okkur einu gömlu bítlalagi og til þess höfum við fengið frábæran bítlatúlkanda, Eyjólf Kristjánsson. Eyjólfur, gjörðu svo vel. Kissing the lips that I'm missing and hope that my dreams will come true. And then while I'm away, I'll ride home every day and I'll send all my loving to you. All my loving I will send to you. All my loving, darling, I'll be true. Close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. Remember I'll always be true. And then while I'm away, I ride home every day and I'll send all my loving to you. All my loving I will send to you. All my loving, darling,
Já, Sigrún Stefánsdóttir tilbúin með viðtal á Sauðárkróki. Við skulum gefa orðið. Já, hér þið staddir Stefán Guðmundsson Framsóknarflokki og Vilhjálmur Egilsson Sjálfstæðisflokki. Vilhjálmur, nú virðist slagurinn vera milli þín og Jón Sæmundar jöfnunarsætið. Hvernig metur þú stöðuna? Já, þetta alveg rétt hjá þér. Slagurinn á milli okkar. Nú, slagurinn ekki búinn og mér sýnist eins og Alþýðuflokkurinn sé á niðurleið. Svona í þá stefnu sem ég bjóst við að hann í og já, við erum svona í svipaðri línu eins og ég bjóst við. Svona kannski heldur neðar en þá eftir að telja sérstaklega utan kjörstaðaratkvæðin sem ég veit að við erum mjög sterkir í. Svo þú telur þú farir inn á þing? Ég ætla hann ekki að fullyrða það neitt ennþá, þetta slagur. Það virðist eitthvað verið að gerast hjá Framsóknarflokki. Nú hluti af atkvæðum búin að skila sér frá Húnavatnssýslu. Heldur að þú haldir þínu sæti sem kjördæmakjörinn? Já, ég vona það sannarlega, ég geri það. Það verður aðeins lagast. Ég held að séu komið hvað um 33% núna og hér gerum hins vegar grein fyrir því að við vorum í þeirri stöðu að það virtust allir sér að sækja atkvæði til okkar. Staðan var þannig, menn töldu að það verður nógu mikið afgangsatkvæðum en það getur líka verið hættulegt. En þær tölur sem að liggja fyrir núna, hvernig metið þær í ljósi þeirra kosningabaráttu sem hér fór fram? Ef þú spyrir mig þá held ég að þetta sé nú svona nokkuð svipað. Ég vissi alltaf að Ragnar Arnar staði mjög traustum hótum hér og hans fylgi væri mjög sterkt. Þrátt fyrir hafnamálin? Já, þrátt fyrir það allt saman en það sem að ég nú svona veðja á og hef alltaf veðjað á að það að vinir mínir hér í Framsóknarflokknum myndu nú ekki fara að taka upp á því að kjósa Alþýðuflokkinn. Ég þekki það nú ofvel til þess og ég vona það að það verði nú ekki reyndin. Hvað segir þú? Já, ég segi það að ég var aldrei neinu vafi það að þessir ágætu menn Páll Pétursson og Pálmi Jónsson og Ragnar Arnalds væru gulltryggir í þessu kjördæmi. Það þarf býsna mikið til að hrófla við svo grónum þingmönnum, þannig ég var aldrei neinu vafi það og var nú allan tíman að reyna að telja kjarkin í Ragnar Arnalds. En við sjáum til, ég lærði það nú í knattspyrnunni í gamla dag og sagði það hér fyrir 4 árum að við skulum bíða þangað til svona líður að lokum talningarinnar og höldum áfram þangað til. Stjórnarsamstarf, hvað segir þið hér það í Norðurlandskjördæmi vestra? Já, eins og stendur þá hefur ríkisstjórnin meiri hluta en við Stefán þekkjum nú hvort annan það vel og við þekkjum nú allan hvort annan það vel líka hérna í þessu kjördæmi. Við vitum það, við taka nú auðvitað síman þegar búið að telja og fara að ræða málin. Mér sýnist það að núverandi stjórnarflokkar þeir ættu að geta unnið saman að afloknum kosningum. Mér sýnist þingstyrkur benda til þess og ég hef trú á því og trú ekki öðru heldur en menn muni reyna að setjast niður að kosningum loknum og reyna að smíða nýjan stjórnarsáttmála, þeir flokkar sem að sátu í síðustu ríkisstjórn. Ég þakka ykkur fyrir. Það eru fljótlega von á nýjum tölum í Héðan og Norðurlandskjördæmi vestras og við komum fljótt inn aftur og við skiptum yfir á Laugaveginn. Við ætluðum að kynna niðurstöður í skoðanakönnun Gallups sem gerð var að dagana 16. til 19. þessa mánaðar, þar að segja þegar að kosningabaráttan var í hámarki, en þó áður en að leiðtogaflokkana mættust í sjónvarpssal í sameiginlegri útsendingu sjónvarpsins og Stöðvar 2 í gærkvöldi. En niðurstöðurnar höfum við hér, við ætluðum að birta þær strax klukkan 10 en við drukknuðum nánast í nýjum tölum strax eftir að kjörstöðum var lokað, en hérna eru þessar niðurstöður. Samkvæmt þessari könnun mælist fylgi Alþýðuflokksins á landsvísu 13,9% en skekkjumörk eru 2,3% stig. Alþýðuflokkurinn hlaut 15,2% í síðustu kosningum. Fylgi Framsóknarflokks mældist 18,9% en skekkjumörk eru 2,6%. Framsóknarflokkurinn fekk 18,9% í síðustu kosningum. Fylgi Sjálfstæðisflokks mældist 42% en skekkjumörkin eru 3,3% stig. Sjálfstæðisflokkurinn fekk 27,2% í síðustu kosningum. Fylgi Alþýðubandalags mældist 11,6% en skekkjumörkin eru 2,1% stig. Alþýðubandalagið fekk 13,4% í síðustu kosningum. Fylgi Kvennalistans mældist í þessari skoðanakönnun 9,6% en skekkjumörkin eru 2% stig. Kvennalistinn fekk 10,1% í síðustu kosningum. Fylgi annarra frambóða sem buðu fram á landsvísu mældist í skoðanakönnun Gallups innan við 5% en skekkjumörk hjá þeim eru 0,7% stig.
Þessi könnun var gerð dagana 17. til 19. apríl. Úrtækið var 1500 manns valið úr þjóðskrá af handahófi. 1050 svöruðu eða 70%, 10,1% aðspurðra voru óákveðnir, ekki náðust í 12,8%, 4,8% voru veikir eða látnir og 12,4% neituðu að svara. Valgarður, hvernig kemur þetta út með að við þær tölur sem við höfum þegar? Nú, ég reyndar fæ hérna í eirað upplýsingar um það sé að koma nýjar tölur úr Norðurlandi vestra og við ætlum að geyma þetta þá þangað til síðar. Og það að koma nýjar tölur hérna úr Norðurlandskjördæmi vestra og það Halldór. Það eru nýjar tölur úr Norðurlandskjördæmi vestra. Talin hafi verið 4.329 atkvæði sem skiptast þannig: A. Listi Alþýðuflokks Jafnaðarmannaflokks Íslands 523 atkvæði, B. Listi Framsóknarflokks 1427 atkvæði, D. Listi Sjálfstæðisflokks 1180, F. Listi Frjálslyndra 17, G. Listi Alþýðubandalags 826 atkvæði, H. Listi Heimastjórnarsamtakanna 72 atkvæði, VAF listi samtökum kvennalista 188 atkvæði og Þ listi þjóðarflokks flokksmannsins 40 atkvæði. Auðseðlar eru 56. Já, við skulum sjá súluritt. Við sjáum hér að það hafa sáralitlar breytingar orðið frá því að við fengum tölur síðast. Við sjáum að Alþýðuflokkurinn hann eigur örlítið fylgi sitt og hefur einn mann, það jöfnunarmaðurinn, geri ég ráð fyrir. Framsóknarflokkurinn með 2 menn eins og áður og Sjálfstæðisflokkur eigur fylgi sitt en það nægur hann þó ekki til þess að vinna mann og G-listin Alþýðubandalagið eigur fylgi sitt þarna nokkuð og en ekki nægilega mikið til þess að fjölga þingmönnum. Eigum að sjá hvernig landsbána, já, það litlar breytingar í einu kjördæmi sem að kannski hugsanlega breytingin einu þar geta breytingur á landsvísu, er það ekki rétt? Jú, við reiknum líka atkvæðin upp þegar búið að telja þetta fáatkvæði. Já, einmitt. Nú við sjáum þarna að Alþýðuflokkurinn er með 10 þingmenn eins og áður og Framsóknarflokkurinn með 14 og Sjálfstæðisflokkurinn með 25, Alþýðubandalagið með 9 og Kvennalisti með 5 og flakkarinn er ennþá hjá Kvennalistanum. Nú getum við ekki séð hvernig baráttan stendur. Við sjáum þarna 13. jöfnunarmaðurinn er úr Alþýðuflokki, það er að segja 10. þingmaður þá Alþýðuflokksins með 2209 atkvæði á bakvið sig, en Alþýðubandalag vantar þarna 152 atkvæði til þess að reppa þetta sæti og nú sýnist hann í dálítið langt frá því að pólitíski langhlauparinn sem voru með hér á Andersson Skarphéðinsson komist inn á þing. Við getum náttúrulega ekkert séð hverjir það eru sem hver 10. þingmaður Alþýðuflokksins, þarna við getum ekkert séð hver þetta er. Jú, sjálfsög getum við það. Ekki að kíkja á það bara. Og fengið nafnalista eða myndalista? Eigum að fá hérna bara myndalista því að við getum ekki náttúrulega hver er 13. maðurinn, við getum fengið mynda eða nafnalista yfir, jú, Össur er þarna inni. Össur er þarna eins og er. Það væri kannski tími komin til að við færum í gegnum kjördæmin til þess að sjá vegna þess að það hafa orðið það mikla breytingar. Úrslit í einu kjördæmi eða nýjar tölur í einu kjördæmi geta haft áhrif á það sem er að gerast í öðru og án þess að áhorfendur hafi hugmynd það vegna þess að það kemur ekki fram það kom fram aðrar upplýsingar síðast þegar við fengum tölur úr því kjördæmi. Já, það er kannski sniðugvægt að sjá nöfnin eða myndirnar af þingmann. Já, ef ekki gera það. Af jöfnunarmönnunum eða af kjördæmi? Við skulum bara fara í gegnum kjördæmi og sjá hverjir eru þingmenn í hverju kjördæmi. Eins og staðan er núna ættum við kannski að gera það að hlaupa í gegn og hvað er að byrja? Í Reykjavík? Já, við sjáum þarna að sjálfstæðismenn þeir raða sér á efstu sætin, þarna Davíð Oddsson, Friðrik Sófusson, Björn Bjarnason, Eyjólfur Konráð Jónsson og Björn Bjarnason nýr þingmaður. Já, hann er nýr þingmaður og Ingi Björn Albertsson í 5. og Sólveig Pétursdóttir 7. Geir Haarde 7. og það er ekki fyrir í 8. maður, það er Jón Baldvin sem að það er 1. maður sem ekki er sjálfstæðismaður. Nú, þarna er 9. maður Svavar Gestsson, 10. maður Ingibjörg Sólrún Gísladóttir,
Finnur Ingólfsson sá 11. og Lára Margrét Ragnarsdóttir úr Sjálfstæðisflokki í 12. sæti. Nú í 13. sæti Jóhanna Sigurðardóttir og 14. þingmaðurinn er Guðmundur Hallvarðsson, hann hefur ekki áður setið á þingi, og jöfnunarmaður þarna er Kristín Einarsdóttir af Kvennalista. Og þarna bara ástölva nokkuð með að segja hver þarna er nú Össur líka jöfnunarmaður og Kristín Ástgeirsdóttir og Guðrún J. Halldórsdóttir. Það er tvær. Hún er flakkari. Já, hún er flakkari, en það er tvær eru af Kvennalista. Valgarður, hver er það sem okkur vantaði þarna? Ég hef nú ekki búin að fletta því upp, en það er einhver feluleikur þarna. Kíkja á nafnalista kannski þá til að fá þetta á hreint. Við ættum að gera það. Og það er næsta, já. Það er... Já, býtu nú við. Guðmundur Hallvarðsson. Við vorum með Guðmund Hallvarðsson, það var Kristín Einarsdóttir, vantaði hann ekki, eða ekki? Kristín Einarsdóttir, já. Og kíkja lengra, sjá lengra. Kristín Einarsdóttir, það var Kristín Einarsdóttir sem fór þarna. Og Össur er þá kominn aftur inn þarna núna, miðað við það þegar við skoðum þetta síðast. Það þýðir pílan fyrir fram nafnið hans, og Kristín Ástgeirsdóttir er þarna og Guðrún Halldórsdóttir er flakkari. Eigum við að skoða Reykjanes næst? Þar er Ólafur G. Einarsson fyrsti þingmaður, Salóme Þorkelsdóttir annar, sjálfstæðismenn í tveimur fyrstu, Jón Sigurðsson í 3. Árni Matthísen nýr þingmaður, þó að það sé nú ekki fyrsta þingsætið í ættinni beinlínis. Karl Steinar Guðnason 5. Sigríður Þórðardóttir, hún er nýr þingmaður sömuleiðis. Í 7. sæti Steingrímur Hermannsson, forsætisráðherra, fyrsti maður Framsóknarmanna, er 7. þingmaður Reyknesinga, Ólafur Ragnar Grímsson er sá 8. Anna Ólafsdóttir Björnsson er númer 9 og Rannveig Guðmundsdóttir er inni samkvæmt þessum tölum sem jöfnunarmaður. Það var nú talsvert auglýst, Alþýðuflokkurinn auglýsti nú talsvert og höfðaði til kvenna í Reykjaneskjördæmi að það er að standa saman til þess að sjá til þess að Rannveig kæmist inn og það virðist eins og staðan núna hafa tekist. Árni R. Árnason, nýr þingmaður sömuleiðis, verður jöfnunarmaður fyrir Sjálfstæðisflokkinn. Og eigum við að halda áfram og fara á Vesturlandið? Já, svona sjá Vesturlandið. Já, við sjáum þarna að Sturla Böðvarsson er þarna fyrsti þingmaður Vesturlands, Ingibjörg Pálmadóttir frá Framsóknarflokki, annar þingmaður, Jóhann Ársælsson 3. frá Alþýðubandalagi og Eiður Guðnason af A-lista Alþýðuflokki sá 4. En jöfnunarmaður kjördæmisins er Guðjón Guðmundsson frá Sjálfstæðisflokki. Og áfram, vestur á Firði eða hvað? Já, bara vestur á... Og sjá hverjir eru þar samkvæmt það og þar hefum við bara fengið einu sinni tölur. Já, það er Ólafur Þórðarsson, fyrsti þingmaður af Framsóknarlista. Annar þingmaðurinn er Matthías Bjarnason af Sjálfstæðisflokki og þá annar Framsóknarmaðurinn Pétur Bjarnason í 3. sæti og Kristinn H. Gunnarsson af Alþýðubandalagi 4. kjördæmismaðurinn og það er Einar K. Guðfinnsson, Sjálfstæðisflokki. Eigum við kannski aðeins að skoða nánar þessar tölur af Vestfjörðum, því það vorum stöðsum tiltölulega stutt, þannig að við skulum kannski kíkja aðeins á skífuritið, það er súluritið yfir það sem við getum séð breytingarnar fyrir Vestfjörði. Breytingarnar fyrir Vestfjörði, þingmannina þar. Já, og þá sjáum við það. Já, að Alþýðuflokkurinn missir hann að báða sína þingmenn frá því síðast, Framsóknarmenn bæta við sig 1, fá 2, Sjálfstæðismenn halda sínum 2 eins og síðast, en Alþýðubandalagið bætir við sig manni. Já. Þetta eru náttúrulega talsverðar breytingar, talsverulegar breytingar og þarna sjáum við að þó að Sjálfstæðisflokkurinn tapi að þá bætir hann við sig hann fær Stórauka er inn í fylgisitt. Já, Sjálfstæðisflokkurinn tapar lítillega fylgi frá því 87 en heldur sínu manni
Það Framsóknarflokkurinn sem að stóreykur sitt fylgi á Vestfjörðum og bætir við sem manni. Hefur við ekki að sjá hvar bara það stendur, hversu nöfnt þetta stendur á milli flokkana? Á Vestfjörðum, já. Fá nafnalistan á Vestfjörðum. 66 atkvæði. Já. Já. Jú, og við skulum þá kannski taka okkur smá hlé frá þessari yfirferð hverjir eru inni á þingi núna og hverjir eru ekki inn á þingi og höldum áfram eftir örfáar mínútur. Kanntu að elda pasta? Já, það kann ég. Svo úr því verði pasta, Mulers pasta. Ertu alveg vissum? Já, það ég. Eða ertu kannski bara að gabba mig? Mulers pasta. Namn! Mulers pasta. Spennandi pasta. ¿Qué cosa tiene el amor? Pero qué cosa tiene el querer? Que si vas te quiero yo, tu mamá me hace padecer. Hver vegur að heiman vegurinn heim. Með Visa eru þér allir vegir færir. Blazer fyrir fólk á fullri ferð. Blazer með 4,3 lítra VAF 6 vél og kemur þér þangað sem þú ætlar. Blazer með ABS læsingarvara á öllum hjólum. Blazer hentar jafnt í óbyggðum sem borgum. Blazer bestur þegar mest á reynir. Blazer fyrirmynd annara jeppa. Komdu og reynsluaktu Chevrolet Blazer. Jötunn, til liðs við þig. Hvaða tölvufyrirtæki með þjónustuvakt allan sólarhringinn? Skagfjörð, tölvudeild. Ekki kaupa bíl fyrir þú hefur reynsluekið af Pros frá Daihatsu. Af Pros frá Daihatsu. Prófaðu bara. Breinborg. Getur þú haldið upp í skrifstofunni án pennans? Nei. Pennin, stöðugar skrifstofuvörur. Þetta Jón Karl Hallgrímsson. Þeir kalla hann Kalla Klóka. Kalli eitt í öllu hjá verktökunum. Hann hefur aldrei tapað krónu á lífsleiðinni. Pappans var svona líka. Þegar verktakarnir þurftu að geyma 8 milljónir á milli verka, lét Kalli þá kaupa reiðubréf. Reiðubréfin gefa vel af sér í skammtíma ávöxtun. Innlausnargjaldið fellur niður eftir 40 daga og þú getur yfirleitt fengið þau innleist samdægurs. Reiðubréf, ríkuleg ávöxtun á milli verka. Umboðsmenn Landsbréfa HF eru allt land. Hæ, Matti hér! Nú stendur svo mikið til hjá Jappis. Við erum að opna í Kringlunni glæsilega tónlistardeild og höfum mikið úrval og samalága verðið. Og rúsinan í pilsandunum opnunartilboðið. Ef þú vestar fyrir meira en 1000 krónur, þá færð það gjöf hljóðstældi frá Sony sem kostar annars 225 krónur. Alveg hreint ótrúlega ódýrt. Jappis. Grunnur sparireikningur í Landsbankanum. Hann ber hæstu vexti almennra innlánabankans og að auki innstæðan og vextirnir verðtryggð. Með reglulegum sparnaði má tryggja sér verulegan skattafslátt. Þannig gefur til dæmis 400.000 króna innlegg 100.000 króna skattafslátt. Jafnframt hægt að ávinna sér lánsrétt til húsnæðiskaupa. Grunnur líka afar góður kostur fyrir fólk af öllum aldri sem vill koma sér upp verðtryggðum lífeyrissjóði. Reglulegur sparnaður, hæstu vextir, lánsréttur, skattafsláttur og lífeyrissjóður. Þannig Grunnur. Landsbanki Íslands, banki allra landsmanna. Toyota 4Runner opnar nýja möguleika til útiveru í íslenskri náttúru.
Toyota. Tákn gæði. Þegar þjóðin kýs og treystir á tölvur, verður Hewlett Packard við valinu. Gísli Kjartansson, formaður yfirkjörstjórnar á Vesturlandi, er tilbúið með nýjar tölur. Jú, hérðan að koma nýjar tölur, nú búið að telja rúmlega helming atkvæða hér á Vesturlandi. En gefum formanni yfirkjörstjórnar orðið, Gísli. Já, það búið að telja 5.000 atkvæði í Vesturlandskjördæmi og þau skiptast þannig. A-listi alþýðuflokkur 782 atkvæði, A-listi alþýðuflokkur 782 atkvæði, B-listi framsóknarflokkur 1311 atkvæði, B-listi framsóknarflokkur 1311 atkvæði, D-listi sjálfstæðisflokkur 1432 atkvæði, D-listi sjálfstæðisflokkur 1432 atkvæði, F-listi frjálslyndra 76 atkvæði, F-listi frjálslyndra 76 atkvæði, G-listi alþýðubandalags 869 atkvæði, G-listi alþýðubandalags 869 atkvæði, H-listi heimastjórnarsamtaka 105 atkvæði, H-listi heimastjórnarsamtaka 105 atkvæði, VAF-listi samtaka kvennalista 310 atkvæði, VAF-listi samtaka kvennalista 310 atkvæði, Þ-listi þjóðarflokks og flokks mannsins 42 atkvæði, Þ-listi þjóðarflokks og flokks mannsins 42 atkvæði, auðir og ógildir 73 eða samtals 5.000 atkvæði. Virðist verða þarna einhver mikil breyting frá fyrri tölum? Já, mér sýnir svona í fljótu bragði að B-listin hafi bætt þarna verulega við sig. Við segjum þetta gott í bili. Ofurleitið. Já, það heyrðist vist ekki í mér, en svona nú lífið. Við sjáum að þetta hefur lítið breyst eða ekkert breyst frá því við fengum síðustu tölur. Alþýðuflokkur er með 1 þingmann, Framsóknarflokkur með 1, Sjálfstæðisflokkur með 2, hafði 1 áður, hefur unnið 1 mann frá Borgaraflokki og Alþýðubandalag hefur 1 mann sem áður, þrátt fyrir að hann hefur ekki, þessi fylgisaukning sem við sjáum þarna hefur ekki nægt til þess að bæta við manni. Eigum við að sjá hversu hörð þessi barátt er á milli þarna þingsætanna? Á nafnalista. Þú sagðir að Sjálfstæðisflokkur væri að vinna mann frá Borgaraflokki þarna sem er á morgun. Það er kannski segja að það sé fyrir langa löngu búin að vinna það mann, því það var Ingi Björn Albertsson sem er genginn í Sjálfstæðisflokki. Mikið rétt. Við sjáum að þetta er óbreytt, að röð þingmannanna er óbreytt frá því sem var áður. Fyrsti þingmaður Sturla Böðvarsson af D-lista, annar þingmaður Ingibjörg Pálmadóttir af B-lista, þriðji Jóhann Ársælsson af G-lista og fjórði Eiður Guðnason af A-lista. Og jöfnunarmaðurinn er Guðjón Guðmundsson af D-lista. Og við sjáum jafnframt að hann er næstu því að ná kjördæmiskjöri. Það er að segja á myndi þá hefði flokkin vantar 287 atkvæði til þess að fella Eiður Guðnason úr 4. sætinu. Eigum að kíkja á landsbá. Aðtók hvort hún hefur eitthvað breyst? Já. Já, landsbáin hefur ekkert breyst frá því síðast. Við sjáum að kvennalistin hefur hérna flakkaran enn sem fyrr. Og já, þannig hafa ekki orðið mikla breytingar frá því við kíktum á þetta síðast. En við vorum að kynna hérna tölur áðan úr niðurstöður úr könnun Gallups á Íslandi sem var gerð núna síðustu dagana fyrir kosningar. En Valgarður, hvernig koma þær tölur út í samanburði við kosningatölurnar, eða þær tölur sem við höfum verið að birta svo hér í kvöld eftir að farið var að telja upp úr kjörkursum? Miðað við spána núna, þá eru Alþýðuflokkur, Framsóknarflokkur
og kvennalisti innan skekkjumarka. Sjálfstæðisflokkur er 0,1% fyrir neðan skekkjumörkin, það er allavega við tölum það. En Alþýðubandalagið er 1,4% fyrir ofan skekkjumörk. En það er þá kannski það er þarna á nokkrum stöðum svolítill munur. Það er náttúrulega breyting frá tölunum sem gefum upp, en ef við horfum á þetta innan skekkjumarka þá er þetta þokkalega góð spá. En Helgi H. Jónsson, nafni minn, hefur fengið góða gesti í heimsókn og við skulum gefa honum orðið. Já, þessir góðu gestir eru Magnús Torfi Ólafsson sem situr mér hérna við hlið mér og Sverrir bankastjóri. Komiði sælir og blessaðir. Við skulum taka það fram að þeir eru ekki hérna sem fulltrúar neins flokks eða neina samtaka. Þeir heldur hér sem fyrrum stjórnmálamenn sem geta hort á hlutina núna og svolítið í fjarlægð og sjá það kannski öðrum augum þá heldur en þeir sem eru í slagnum að sjálfsögðu. Mér langar kannski að spyrja ykkur fyrst, klæjar mann ekkert í lóana svona þegar maður eins og hefur verið að kafi í pólitík en horfir núna á þetta úr fjarlægð, Sverrir? Nei. Engin spenna í þessu fyrir, þannig þið langar ekkert að vera með í slagnum? Hæ? Þið langar ekkert að vera með í slagnum? Nei, ég var búinn með skammtinn minn, það heitir kvóti núna. En þú, Magnús Torfi? Ég get sagt nákvæmlega það sama Sverrir, að ég er þannig gerður maður að þegar ég hef tekið ákvörðun að annars gera eitthvað eða hætta einhverju, þá gerist það á stundinni og ég hugsa ekki það meira. En hvernig þessar horfur núna, eins og dæmi líður út núna, hvernig eitthvað sérstakt sem kemur ykkur á óvart? Eitthvað sérstakt sem ykkur finnst vera merkilegt í þessu sem að gerast núna? Að segja má að þetta sé dálítið öðruvísi en menn hafa verið að spá eða kanna dálítið öðruvísi og þetta úrslitin verða eiginlega könnunum dálítið til skama. Það er tvennt þarna sem að vekur verulega athygli mína. Annað er það að formannsskiptin í Sjálfstæðisflokknum hafa ekki orðið honum til ábata heldur til hnekkis og hitt er það hversu vel Alþýðubandalaginu tókst að ná sér á strik í kosningabaráttunum eftir mjög erfiða tíma þar á bæ. Þetta er nú einkennilegur útreikningur að formannsskipt hafi orðið flokknum til hnekkis. Ekki er ég nú svo spámannlega vaksin að segja fyrir það hver úrslitið orðið ef ekki hefur orðið breyting. Þetta er nærri 40% fylgi hjá einum flokki. Menn eru prísa sér sælan með 15% þeirri flokksfólkingjar og eru drjúir með sig. 40% er gífurlegt fylgi og ég var svona að gera mér vonir að Sjálfstæðisflokkurinn fengi í 26 þingmenn. Hann er 25 eftir þessum konunum eða úrslitum eins og komið er, en hann getur orðið 26. Ég hef ekki orðið fyrir neinu stórkostlegum vonbrigðum, en ég held að þessi speklasjón þín eigi sér enga stoð. Líttu bara á skoðanakannanirnar sem að undan hafa gengið. Hvað sann að það er formannsskiptin? Umskiptin verða við formannsskiptin. Já, flokkurinn fer úr 27-8% síðast upp í 40 vísu var Albert þarna með sitt, en ég vil nú ekki dæma þetta, en mér finnst þetta ekki einkennandi, en það er eins og kjördæmi sem komir óvart. Eins og Vestfirðir, ég skil ekki að upp niður í þessu, ég held að þeir hafi eitthvað fyrirbæst í tallingu eftir að flutta út í Vonangavík. En kosningabaráttan, hvernig finnst ykkur að menn hefur haldið fara á spilunum? Hvað á að segja, hún var í styttralagi og frekar svona dauflega kannski. Ég var ekkert sérlega óanaður með minn gamla flokk, en nýjum formanni gafst ekki nægur tíminn þar að strengja klóna, hvað á maður að segja, en allt stendur það til bóta. En ef þið ættu að gefa mönnum einkunn svona af þessum flokksformunum, hver finnst ykkur hafa staðið sér best, ef þið lendur nú að líta á þetta alveg hlutlust? Það er erfitt fyrir mig.
kannski erfitt fyrir ykkur báða en reyna má. Ég hef alls ekki hort á þessa kosningabaráttu frá því sjónarmiði meta persónur. En í heild hefur hún verið ákaflega, hún hefur verið eitthvað, finnst mér, sviplaus, flattneskjuleg. En nú erum við að tala málefna umræðu á stundum og stundum að tala það í sambandi við þessa kosningabaráttu að hún hafi ekki verið nógu málefnaleg. En ekki svolítið erfitt að ræða málefnalegum hluti þegar maður getur ekki einu sinni komið sér saman atriði eins og hver sé hallinn á ríkissjóði eða hvernig sé þróunin í skattheimtu ríkis og Reykjavíkurborgar eða eitthvað slíkt? Einmitt, já. Nú skildi maður halda að þetta væri bara einföld efnahagsleg reikningsdæmi. Ykkar fréttamanna, fjölmiðlamanna býður mjög mikilvægt verkefni sem þið hefið ekki náð tökum á enn. Það í vaxandi mæli einkenni að stjórnmálamenn kom ekki til dyrana eins og þeir eru klæddir. Og látum svo vera, þeir reyna að komast eins langt eins og þeir geta. En þið, ykkur brestur þekkingu kannski, og held ég líka þor til þess að skiptum, þó ekki verið nema svona bind og bindi á þeim. Þegar þeir eru að koma með þessar endalausu blekkingar sínar, þeir gera það og við þurfum á okkur að halda bara til verndar lýðræðinu. Stjórnmálamaður reynir að komast eins langt og hann getur og þið verður að passa upp á þá. En býtu Sverrir, þú segir að þeir reyni blekkingar. Reyni, þeir stunda þær daginn langan. Býtu, gerðið þú það einhvern tíma kannski þegar þú varst í slagnum sjálfur? Ég sletti stöku sinnum og klaufjú, en það var ekki eins varhugavert eins og þessar flokksforingjarnir ástunda þetta með svona tilfæringum og til lofið þeim að komast upp með þetta. Við erum ekki nógu harðir við þá? Ekki nálægt í og ykkur vantar mannskap og ykkur vantar með fleiri sérfræðinga. Þið eru líka hræddir, þeir eru smeykir. Nei, fjölmiðlamenn eru ekki smeykir. Víst, frekar eru þeir og frakkir stundum. Það er ekki það sem síst skildi. En það sem að vantar fólk með beinlíni sér þekkingu á svona sviðum. En svo við víkjum að allt öðru, nú virðist fjórflokkurinn svo kallaði standa sig sæmilega. Nýjir flokkar hafa nú ekki orðið gamlir í hettunni ef maður undanskilur kvennalistan. En það er alltaf að koma fram ný og ný framboð, þau eru aldrei fleiri heldur en núna. Hvernig stendur á þessu? Það er náttúrulega minni, flokkdaginn minni, menn það nú bæði kostur og galli, þannig að þessir Gísli maður var kallað þingmaður Bolvíkinga, það eru svoleiðis persónur sem að smala að sér einhverju til þess að komast í framboð. Þetta óskaplega raun að þessu. Óskaplega raun. Þetta stafar meðal annars að því að hversu auðveld leið þetta til þess að komast í sviðsljósið, komast í fjölmiðlarna. Finnst ykkur ef menn geta tjaslað saman framboðslista, þá eru þeir komnir inn á gafla á báðum sjónvarpsstöðvum, útvarpsstöðvum, mörgum. Mjög að strengja þetta að herða skilyrði. Hvað finnst þér eðlilegt að nú gerðist varðandi stjórnarmyndunarmál? Það ákaflega erfitt að segja þegar að talning svona rúmlega hálfnuð. Eins og nú horfir, þá getur sjálfstæðisflokkurinn myndað stjórn með hverju sem hinna flokkana nema kvennalista og þó að sjálfstæðisflokkur hafi gert sér vonur meiri árangur, ég held að Sverrir hljóta að þá hefur hann alltaf aldrei gert ráð fyrir hreinum meirihluta, svo að ég ekki í neinum vafa að núverandi formaður hefur gert sér sínar hugmyndur hvar beigir að bera niður og leita samstarfsaðila. Hvar þá? Miðað við það sem gerðist síðustu daga Alþingis þá beinast augu núverandi formanns einhvern til Alþýðubandalagsins. Sverrir Hermansson, svona í lokin, hvað myndir þú ráðleggja þínum nýja flokksformanni Davíð Oddssyni að gera í stöðinni? Komast í ríkisstjórn. Og hvernig? Hann á reyndar bara 2 kosti, því að Framsókn var til með að fá frí.
Það er lífspursmál fyrir þjóðina. Og hvor kosturinn er það betri, Alþýðuflokkur eða Alþýðubandalagið þínum dómi? Já, sko, meðan Ólafur blessaður Ragnar er nú þarna, þá held ég að það yrði að vera Jónarnir. Það er sem sagt ný Viðreisn sem... Já, annars er of mikið spurt. Já. En allt í lagi, við þökkum ykkur fyrir komuna, Sverrir Hermannsson, Magnús Þór Ólafsson. Litlum bæ lítið hús, leið inn í lágum vegg lítið hús. Litlar stofur læðast hæg og lítil hjón, því lágvaxinn litla Gunnar og litli Jón. Eiga lágt og lítið borð og lítið disk, og litla skeið og lítið hníf og lítið disk, og lítið kaffi, lítið brauð og lítið grjón, því lítið borð og litla Gunnar og litli Jón. Þau eiga bæði létt og lítið leyndarmál. Og lífið gaf þeim lítinn heila og litla sál. Þau miða að sitt litla lífi, lítinn bæ og lágan yfir litla jörð og lygnan sæ. Þau höfðu lengi litla vonum, lítinn börn sem létu sér með lítið skipið, litla tjörn. En loksins veik sú litla von, þau litlu flón og lítið helst sá. Litla Gunna, litla Jón. Loksins veik sú litla von, þau litlu flón og lítið elska. Litla Gunna, litla Jón. Ég nenni þessu, hér ekki komið matur. Þegar þú veist svona hvað þú ert að kjósa. Ég skal kjósa hvað sem Já, bara að leika mér út. Alveg að koma. Banna að leggja hérna? Banna að leggja? Já! Nú! Kunni ekki lesa? Stranglega bannað að leggja bílum hér. Hörðu þetta rastri, við verðum enga stund. Ert þú fullur? Ég? Má ég finna? Er hann fullur? Og þú bara lætur við hafa það, já? Vakað dauðadrukkinn á kjördaginn? Já, sko, við verðum nú að standa okkur í stykkinu og koma okkar kjósundum á kjörstað. Þetta okkar maðurinn að kjósa okkur? Já, meina það. Jæja, drífið ykkur þá, tókir. Grandi! Hörru, nú kemur þig sturtuðinu minn og blekslegt kaffi. Komið þið sæl. Nú, það er kjördagur. Og þess vegna ætlum við að bjóða hér upp á rétt sem að gott er að grípa til á kosninganótt. Það er að segja fyrir þá sem hafa kosið rétt. Nú, þennan kosningarétt má bjóða öllum þeim sem að náð hafa 18 ára aldri. Í þennan rétt notum við endur, annars vegar frambjóðendur og hins vegar kjósendur. Nú, yfirleitt hefur nú frambjóðendum samið afskaplega illa við kjósendur og frambjóðendur vanir að draga kjósendur á asnaeyrunum. Þá þurfum við tölvöld mikið asnaeyrum í þennan rétt og þessi asnaeyrum má fá í öllum kjörboðum í dag. Nú, við erum konur auðvitað með fleiri kjörkassa. Já, það. Það bara hérna volið. Nei, hvort djöfullinn, hörðu það. Ég hef tekið nestiskassan í misgripum. Það var bara kaffipása. Já. Kaffi! Er ekkert brauð? Já, jú, það er þessum við það. Þessum við. Já. Róna römbóðið, það er öllu sambóðið. Góðan dag. Góðan dag. Verið því fólk á kjörstað? Veskuminur, aftur í. Ægislega vel fyrir. Róna römbóðið, Er ekki búin að keyra nóg á? Jú.
Þurfum við nokkuð að kera á kjörstað? Nei, takk að fyrir. Og frá Rónunum lítum við inn á kosningavöku Alþýðubandalagsins en góður árangur þess í kosningunum kemur óvart með að við kannanir undanfarið. Og það var mikil spenna í þeirra röðum á kosningavöku á Hótel Borg þegar sjónvarpsmenn litu þar við rétt áðan en þá var þriðji maður þeirra á lista inni í Reykjavík. 1237 atkvæði, F-listi frjálslyndra 53 atkvæði, F-listi frjálslyndra 53 atkvæði, G-listi Alþýðubandalags 743 atkvæði, G-listi Alþýðubandalags 743 Samkvæmt þeim tölum sem nú liggja fyrir að þá þriðji maður á lista Alþýðubandalagsins, Auður Sveinsdóttir, inni Auður. Heldur þetta gangi eftir? Já, það nú enn mikið eftir af nóttin og talning ekki lokið en auðvitað vona ég það og ég vona það vegna þess að Alþýðubandalagið hefur farið út í þessa kosningabaráttu mjög góð mál og það hefur verið góður hópur sem staðið á bak við mig og þetta náttúrulega ekki sem ég geri ein en þetta allir félagarnir sem standa saman að þessu. Hvað skýrir þessa aukningu hér í Reykjavík? Ég held að sé fyrst og fremst þessi góðu mál sem við höfum haft, við höfum verið mjög samhent í þessari baráttu og unnið óhemju vel og ég held að unga fólki, ég held að það sé að koma til okkar. Nú og ég... Sjálfstæðisflokkur 13.150, G-listi verkamannaflokkur Íslands 50, F-listi frjálslyndir 200, G-listi Alþýðubandalags 4.000, H-listi heimastjórnarsamtökin 50, en það hefur gengið mjög vel að telja atkvæði hérna í Reykjaneskjördæmi, í Hafnarfirði, í 2000 í Strandgötu, betur en menn þorðu að vona og menn búast við því að lokatölur komi hérna eftir svona eins og eina klukkustund eða svo. En Þórður er hérna og hann les fyrir okkur tölurnar núna, gjörðu svo vel. Talin hafa verið 32.850 atkvæði. Þau skiptast þannig: A-listi Alþýðuflokkur 7.800, B-listi Framsóknarflokkur 4.600, D-listi Sjálfstæðisflokkur 13.150, E-listi Verkamannaflokkur Íslands 50, F-listi Frjálslyndir 200, G-listi Alþýðubandalag 4.000, H-listi Heimastjórnarsamtökin 50, T-listi Samtök öfgasinnaðra jafnaðarmanna 350, VAF-listi Samtökum kvennalista 2350, Z-listi Grænt framboð 50, Þ-listi Þjóðarflokkur flokkur mannsins 250. Já, og þá skulum við skoða og athuga hvort það hafi orðið breytingar á skipan þingmanna í Reykjaneskjördæmi. Eftir þessu við skulum athuga það frá því síðast. Já, og nei, við síðast við lítum þarna yfir og þá var Rannveig Guðmundsdóttir jöfnunar þingmaður fyrir Alþýðuflokkin. Þarna er Alþýðuflokkurinn að bæta við sig einu þingsæti, Framsókn að tapa einu, Sjálfstæðismenn bæta við sig 2 og Borgarflokkurinn tapar þeim 2 sem hann fekk 1987, Alþýðubandalagið með 1 þingsæti og kvennalistinn með 1 þingsæti, væntanlega jöfnunar þingsæti Anna Ólafsdóttir Björnsson, ef að ég veit rétt. Eigum kannski hratt að fara í það að athuga hvort að hafi orðið einhverja breytingar frá síðustu prósentum. Þetta er mjög svipað því sem þetta var síðast. Hvað prósentur var þar í Reykjanesi? Sjálfstæðisflokkurinn hefur tapað lítilega frá því að við birtum síðustu tölur. Þetta er náttúrulega talsverð breyting frá síðustu kosningum. Hvað baráttan stendur? Sjá nafnalista þá. Við skulum kíkja aðeins á nafnalistan og sjá hvað baráttan stendur. Og hún er, Rannveig Guðmundsdóttir vantar 426 atkvæði til þess að verða kjördæmakjörinn á kostnað Önnu Ólafsdóttur Björnsson. Næstur þarna er svo Framsóknarmaður en hann er með 1700 atkvæði á bakvið sig, þannig að ég tel það nú ekki líklegt að hann náði þarna inn. Það er ekki líklegt að hann komi inn.
Þetta mun væntanlega ekki hafa mikil áhrif á landsbána eða hvað. Þetta eru það litla breytingar frá þeim tölum sem prósentuvís frá þeim tölum sem við höfðum síðast úr Reykjaneskjördæmi. Sýnist það svona í fljótu bragði og þetta er nú að verða þokkalega starfilt. Það er búið að telja nokkuð mörg atkvæði, svona án allar ábyrgðar. Án ábyrgðar og það er kannski rétt að benda á það að það væri, að við heyrðum þau tíðindi vestan af fjörðum að þar gæti hugsanlega verið misjöfn dreifing atkvæða á milli byggðarlaga í þessum fyrstu tölum sem við fengum, þannig að það gæti breyst fyrir vestan. Það var þannig síðast 87 að þá breytir svolítið það leið á nóttina. Já, einmitt. Og þá skulum við kannski... Ef ekki fá bara músík, Björgvin Halldórsson. Við sýnist hann vera að gera sig kláran hana. Það er rétt. Við skulum fá Björgvin Halldórsson hér með Plattes Sirpu. Gjörðu svo vel. They ask me how I knew my two lovers too. Something here inside cannot be denied. He said someday you'll find all who love are blind. Smoke gets in your eye. Heavenly shades the night is morning, it's twilight time. Out of the mist your voice is calling, it's twilight time. Well, purple colored curtains mark the end of the day. I'll hear you twilight time. Deepening shadows gather splendor when day is done. Fingers of night will soon surrender the setting sun. I count the moments, darling, till you're here with me. Together at last at twilight time. Já, þarna var Björgvin Halldórsson á ferðinni með lag sem að á sínu tíma hefði hugsanlega sómt sér, myndi sóma sér afskaplega vel í þætti Gests Jónassonar hjá RÚVAG sem hann kallaði með grátt í vöngum, það á vel við okkur Helga hér. Hvaða áróður er þetta?
og við heyrum sjálfsagt kannski meira af svipuðum lögum frá Björgvini eitthvað aðeins seinna, en við ætlum að taka okkur smá hlé og svo eigum við von á tölum frá Suðurlandskjördæmi innan tíðar. Það ekki öllum gefið að elda góða íslenska kjötsúpu. Tóró tekur því að þér ómakið og býður upp á kjarnmikla íslenska kjötsúpu í pökkum. Já, þú kemst upp með ýmislegt með Tóró við hendina. Rafn Oddsson, skipstjóri og útgerðarmaður, einn þeirra fjölmörgu sem skapa þjóðinni verðmæti. Eimskip mun flytja afla hans á borð erlendra neytenda og auka enn frekar gjaldeyristekjur þjóðarinnar. Þegar langan veg að fara tryggir Eimskip að dýrmætir eiginleikar vörunar haldist. Aðeins þannig fæst gott verð. Þeir ná árangri sem treysta á Eimskip. Það að koma tölur frá Selfossi og við skulum bregða okkur austur fyrir fjall. Árni Þór Jónsson. Já, hér eru nýjar tölur úr Suðurlandskjördæmi og við skulum gefa oddamanni yfirkjörstjórnar orðið. A-listi, listi Alþýðuflokks Jafnaðarmannaflokks Íslands hefur hlotið 640 atkvæði. 640 atkvæði. B. Listi Framsóknarflokks hefur hlotið 2184 atkvæði. 2184 atkvæði. D. Listi Sjálfstæðisflokks hefur hlotið 2547 atkvæði. 2547 atkvæði. F. Listi Frjálslyndra hefur hlotið 336 atkvæði. 336 atkvæði. G. Listi Alþýðubandalags hefur hlotið 1513 atkvæði. 1513 atkvæði. H. Listi Heimastjórnarsamtaka hefur hlotið 21 atkvæði. 21 atkvæði. VAF. Listi Samtakum kvennalista hefur hlotið 317 atkvæði. 317 atkvæði. Þ. Listi Þjóðarflokks Flokksmannsins hefur hlotið 84 atkvæði. 84 atkvæði. Auðir seðlar eru 84 og ógildir seðlar eru 13. Kjörsókn í Suðurlandi samkvæmt bráðabirgðatölum 88%. Nú. atkvæði hafa verið talin í. Já, og heildartalan sem búið að telja hér á Suðurlandi eru 7739 og það rétt að fara hérna yfir í leiðinni að það eru komna bráðabirgða töluvarðandi kjörsókn, hún 88% og samkvæmt þeim tölum sem við fengið þá hafa kosið 12.182 og það voru sem sagt síðustu kjörgögn að koma hingað frá Þorlákshöfn fyrir rétt rúmum klukkutíma síðan. En sem sagt, þessar tölur ætti að gefa ykkur heildarmyndina fyrir Suðurland. Og þá ættum við að vera komin með býsna góða mynd af því sem að gerast á Suðurlandi og þá sjáum við að breyting hefur orðið síðan við vorum á Suðurlandi síðast, að þar hefur orðið svo breyting, sýnist mér, að A-listin hefur tapað manninum yfir til D-listans og jöfnunarmaður kjördæmisins núna sjálfstæðismaður en ekki alþýðuflokksmaður eins og hann var síðast. En við erum að fá nýja tölur frá Sauðárkróki. Við erum að bíða, þarna kemur Norðurland vestra. Og það að koma nýjar tölur úr Norðurlandskjördæmi vestra og það væntanlega næst síðustu tölurnar. Það nýjar tölur af Norðurlandskjördæmi vestra. Nú hafa verið talin 5.392 atkvæði og þau skiptast þannig. A-listi Alþýðuflokks Jafnaðarmannaflokks Íslands 624 atkvæði. B-listi Framsóknarflokks 1752 atkvæði. D-listi Sjálfstæðisflokks 1445 atkvæði. F-listi Frjálslyndra 20 atkvæði. G-listi Alþýðubandalags 1029 atkvæði. H-listi Heimastjórnarsamtakanna 92 atkvæði. VAF
listi samtakum kvennalista 275 atkvæði og Þ listi þjóðarflokks mannsins 78. Auðuseðlar 77. Nú eingöngu eftir að telja utan kjörfundur atkvæði. Já, við skulum þá sjá súluritið rétt sem snöggvast. Við ætlum að fá súluritið upp og fá samanburð. Já, hérna sjáum við það og ég held að það hafi ekkert breyst frá því síðast. Við skulum fara bara yfir í skífuritið og sjáum þá hvernig þingsæti skiptast. Við sjáum þarna að B-listin hefur 2 þingmenn, D-listi 1, G-listi 1 og jöfnunarmaðurinn er hjá A-lista. V-listi fær ekki mann kjörinn samkvæmt þessu. Eigum við að kíkja á nafnalistu og sjá hversu hörð baráttan er þarna. Já, við sjáum þarna að 4. kjördæmiskjörni þingmaðurinn er Stefán Guðmundsson af B-lista og Vilhjálmur Egilsson er sá sem er næstur af D-lista en jöfnunarmaðurinn Jón Sæmundur Sigurjónsson. En það er að koma tölur úr Norðurlandi eystra. Byrja. Nú hafa verið talin í Norðurlandi eystra öll atkvæði sem greidd eru á kjörstað í kjördeildum og þau eru 14.031 sem greidd voru á kjörstað. Þau skiptast þannig milli flokka. A-listi Alþýðuflokks 1353 atkvæði. B-listi Framsóknarflokks 4.818 atkvæði. D-listi Sjálfstæðisflokks 3.156 atkvæði. 3.156. F-listi Frjálslyndra 127 atkvæði. 127. G-listi Alþýðubandalags 2.456 atkvæði. 2.456. H-listi Heimastjórnarsamtaka 282 atkvæði. 282. V-listi Samtaka kvennalista 641 atkvæði. 641. Þ-listi Þjóðarflokks og Flokks mannsins 995 atkvæði. 995. Auðir seðlar af þessum í þessari tölu eru 194 og ógildir 9. Já. Talin atkvæði 14.031, það er svo fjöldi sem greitt hefur atkvæði á kjörstað. Eftir er að telja atkvæði greitt utan kjörstaðar. Við skulum renna yfir það að sjá hvernig þingmennir eru þarna og þarna sjáum við það og við skellum okkur beint í Vesturland. Borgarnes ætlar að koma nýja tölur. Þá er að koma tölur frá Vesturlandskjördæmi einaferðin enn. Hér rók gengur að telja. Gísli Kjartansson, hvernig virðist þróunin vera? Mér sýnist nú að B-listin sé að sækja sig mjög eftir síðustu 2 uppgefnu tölur og þá hafa þeir sótt sig mjög. Þá vindum við okkur í tölurnar. Já, það er búið að telja 6.000 atkvæði á Vesturlandi og þau skiptast þannig. A-listi Alþýðuflokks 901 atkvæði. A-listi Alþýðuflokks 901 atkvæði. B-listi Framsóknarflokks 1686 atkvæði. B-listi Framsóknarflokks 1686 atkvæði. D-listi Sjálfstæðisflokks 1652 atkvæði. F-listi Frjálslyndra 85 atkvæði. F-listi Frjálslyndra 85 atkvæði. G-listi Alþýðubandalags 1028 atkvæði. G-listi Alþýðubandalags 1028 atkvæði. H-listi Heimastjórnarsamtaka 126 atkvæði. H-listi Heimastjórnarsamtaka 126 atkvæði. V-listi Kvennalista 379 atkvæði. V-listi Kvennalista 379 atkvæði. Þ-listi Þjóðarflokksins Flokks mannsins 51 atkvæði. Þ-listi Þjóðarflokks Flokks mannsins 51 atkvæði.
auðir 92. Samtals 6.000 atkvæði var við talin. Já, við skulum fá súluritt og hér hafa ekki orðið, við sjáum þarna að Sjálfstæðisflokkur hefur enn 2 menn eins og hefur bættið sig einu manni frá því í síðustu kosningum og G-listin hefur bætt, Framsóknarflokkurinn hefur, B-listin hefur aukið fylgi sitt en ekki nægilega mikið til þess að bæta þessi manni og G-listin hefur sömulegis aukið talsvert við sig fylgi í þessum kosningum. Ef við skulum kannski fara yfir í og sjá hvernig fá skífuritt. Norðurland eystra og Suðurland kosning. Já, við sjáum þarna að B-listin hefur 1 þingmann, A-listin 1, G-listi 1 og D-listin 2 og annar þeirra er jöfnunarmaðurinn. Ef við sjá hvar baráttan er hörðust þarna. Nú það er þarna á milli, við sjáum þarna að Eiður Guðnason er enn 4. kjördæmiskjörni þingmaður með 901 atkvæða bak við sig en sá sem er næstur að ná inn kjördæmiskjörn er Sigurður Þórólfsson af B-lista en Framsóknarflokki vantar þarna 336 atkvæði til þess að fella eið en jöfnunarmaðurinn er sem fyrr af D-lista Guðjón Guðmundsson. Það hefur breyst að nú er Ingibjörg Pálmadóttir samkvæmt þessu 1. þingmaður Vesturlands. Já, þau hafa þarna víxlað sætum Sturla Böðvarsson og Ingibjörg Pálmadóttir en eigum við að sjá kannski landsbána hvort að hún breytist eitthvað við þetta. Nei, hún breytist ekki neitt. Nei. Ég get ekki sé það. Þetta virðist vera áður nokkuð fast. Kvennalistin hefur flakkaran sem fyrr. Er flakkarinn ekki ennþá á sama stað og áður eða getur þú séð það fyrir mig? Já, þarna dansar þarna í Reykjavík. Eigum við kannski að fá að... Já, það er Guðrún Jóð Halldórsdóttir að kvennalista sem fyrr, sem er flakkarinn. Eða sá jöfnunarmaður sem er ekki kjördæmisbundinn. Já, eigum við kannski að fá að líta aðeins betur á Norðurlandskjördæmi eystra, við verðum að hafa mikla fljótaskrift þar, líta aðeins á skiptingu þingsæta þar, líta á súluritt þar og því að við gátum ekkert rætt þetta neitt að ráði ef við byrjum þetta saman við það sem síðast var og í 1987 að þá hefur Alþýðuflokkurinn tapað fylgi og farið úr 14,3 í 9,6 en heldur sínum manni þarna. Framsóknarflokkurinn bætir við sig þingmanni og verulegu fylgi, 10% fylgi næstum, var með 24,9 og fer núna í 34,3. Sjálfstæðisflokkurinn bætir einnig við sig en mun minna, það er einungis tæp 2%. En Sjálfstæðisflokkurinn bætir við sig manni í kjördæminu og G-listin, Alþýðubandalagið, er einnig að bæta við sig talsverðu fylgi, þeir fara á 13,1 í 17,5 og kvennalistinn hafði 6,4 en fær núna 4,6 samkvæmt þessu og þjóðarflokkurinn bætir einnig við sig fylgi, fer úr 3,4 í 7,1. Nú, Suðurland höfðum við heldur ekki mikinn tíma til þess að líta á, við skulum kannski aðeins... Ef við kannski að rétt ára við missum þessa mynd af skemminum, að sjáum við þarna að það er þingsætiðan Stefáns Valgeirssonar sem þarna er komið að mér sýnist til Framsóknarflokksins. Því að hálistin þarna, sem er merktur hálistin þarna, það er raunverulega jóðlistin í síðustu kosningum. Það er þessi listi samtaka jafnrétti og félagshyggju. Akkurat. Nú, við veitum kannski að þessi fór nafnalistan þarna. Þá sjáum við hversu hörð baráttan er og hversu mikið skilur þarna á milli og við sjáum að Guðmundur Bjarnason er fyrsti þingmaður Norðurlands eystra samkvæmt þessu. Sigbjörn Gunnarsson, nýr þingmaður Alþýðuflokks, er þarna jöfnunarmaður og eru þetta 77 atkvæði sem hann vantar. Það eru 77 atkvæði sem Alþýðuflokki vantar til þess að fella Jóhannes Geir Sigurgeirsson, framsóknarmann, út af listanum en þetta er í fyrsta skipti sem við spáum því að hann vinni þingsæti þarna. En ef við kannski að sjá prósentu hlutfallið yfir landið eftir þessar tölur allar? Já, skífurítum prósentu hlutfallið yfir landið allt, því að nú hafa orðið breytingar þarna og síðan þegar við höfum tíma þá skulum við fara og aðeins nánar onni
hverjir eru þingmenn fyrir hver kjördæmi eftir því sem að tími gefst. Við sjáum þarna að Alþýðuflokkurinn er með 15% atkvæða, Framsóknarflokkurinn með 19,5%, Alþýðubandalagið með 15%, jafn mikið og Alþýðuflokkurinn, Sjálfstæðisflokkurinn með 38,1% og Kvennalistinn með 8,3%. Og það er athyglisvert frá því að við lítum síðast á landsbána að sjá að það hafa litlar breytingar orðið. Framsóknarmenn hafa eilítið styrkt sig og farið úr 19,1 í 19,5, síðustu tölur sem ég skrifaði niður. Sjálfstæðismenn hafa tapað dálitlu og farið úr 38,6 í 38,1 og G-listinn stendur náðast í stað 15,1 í 15,0 og sömuleiðis Kvennalistinn 8,2 í 8,3 núna. Þannig að þetta virðist vera með fyrirvaranum sem varnöglunum sem við slóum áðan varðandi Vestfirði, að þá virðist vera að komast svona nokkur ró yfir þetta. Við ekki kíkja kannski á úthlutun í jöfnunarsætana? Já, við ættum kannski að gera það. Þetta kannski að útskýra þessu jöfnunarsæti aðeins. Út frá kosningalögunum? Já, helst ekki. Það er mjög flókið mál og erfitt að skilja. Svona í stuttu máli þá er þeim úthlutað eftir landsfylgi og þeim er síðan dreift niður á kjördæmin eftir svolítið skrýtnum reglum. Láta það gott heita? Já, ég held að. En hérna, já. Það er ýmis hugtök í því sambandi sem er erfitt að svona 1, 2 og 3 að reyna að koma að. En það má segja sem að þessi þingsæti þau ráðast ekki í heimakjördæmi, endilega í heimakjördæmi þess þingmann sem að þingsætið hreppir. Nei, og stundum alls ekki. Og stundum alls ekki. Og stundum þá verðum við vitna því að flokkur sem að tapar fylgi, sem að eigur við því fylgi að hann tapar mönnum. Við sjáum það er mjótt á mununum þetta á milli Alþýðubandalagsmannsins og Alþýðuflokksmannsins. Þetta getur auðveldlega sveiflast til þegar næstu tölur koma. Sérstaklega ef að verða einhverja breytingar á Vestfjörðum. Eigum við að það eru fulltrúar einhvers framboðs hérna sem hafa ruðist hér inn? Já, heldur betur. Það eru forsprakkar X-listans, það eru Örvar og Bogi. Þeir eru komin í hennar strákarnir. Strákarnir, þetta lítur nú ekki alveg nógu vel út hjá okkur heilla kollunum, ekkert einast atkvæði. Nei, það er alveg rétt þör. En ég held að hér sé á ferðinu eitt mesta kosningasvindl aldarinnar og þó víða væri leitað. Nú, hvernig þá? Já, sjáðu nú til. Okkar bókstafur er X. Og við, og ég held þú bara áfram, við fundum nokkra kjörsala og sáum það svart og hvít, það er X á öllum. Nú ætlum við að senda okkar mennir í Austurbæðarskóla. Við höfum enga menn. Nei, þá förum við sjálfur. Við höfum undirbúið hátíðin á eftir. Við ætlum sjálfur að fara inn í Austurbæðarskóla og láta telja allt upp á nýtt. Já, þið eru að undirbúið kosningahátíðin náttúrulega. Já. Nei, hún er konið fulla gang. Er það? Já. Erum við á seinir? Já, nei, Helgi minn, ævinlega blessaður, heilla kallinn minn. Þannig að þið komið ekkert aftur í... Ef það er eitthvað sem bjátar á í þínu lífi, kæri vinnur, þá er laus bekkur nýra á Arnarhól. Og sæta á lista kannski? Bekk á lista ef þú vilt. Já. Þakka fyrir í kvöld, vinnu minn. Nú förum við og höldum hátíð í höll. Við getum alveg hittumst eftir nokkur ár, það sé hefur ekki verið gaman. Stendur ekki sæmilega. Kontum törn í Austurbæðarskóla og náum í okkar aðkvæði. Ekki gefast upp í pólitíkinni, strákar. Kærlega fyrir hjálpina. Bless Helgi. Rafn Oddsson, skipstjóri og útgerðarmaður, er eitt þeirra fjölmörgu sem skapa þjóðinni verðmæti. Eimskip mun flytja afla hans á borð erlendra neytenda og auka enn frekar gjaldeyristekjur þjóðarinnar. Þegar langan veg er að fara tryggir Eimskip að dýrmætir eiginleikar vörunar haldist. Aðeins þannig fæst gott verð. Þeir ná árangri sem treysta á Eimskip. Eimskip, við greiðum þér leið. Hver vegur að heiman er vegurinn heim. Með Visa eru þér allir vegir færir. Snack, tok, 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 snack.
Slekk. Dugg. Snakk ala tökk. Andleg og líkamleg streita birtist í ýmsum myndum, til dæmis skorti og einbeitingu eða hvers konar vanlíðan. AB-mjólk sterkur varnarleikur með A og B-gerlana í broddi fylkingar, þessar örsmáu en öflugu bandamenn okkar. Kynntu þér hlutverk A og B-gerlana, það gæti skipt sköpum fyrir þig. AB-mjólk, bandamaður í blíðu og stríðu. Hellmanns majónes, ferskt og bragðgott. Allt sem þarf til að gera einfalda máltíð ótrúlega ljúffenga. Hellmanns alvöru majónes. Þetta Pétur Höskuldsson. Pétur hefur alltaf verið glúrinn í peningamálum. Þú hlýtur að standa nokkuð vel fjárhagslega, Pétur. En þú borgar allt of háan eignarskatt. Menn eins og Pétur geta lækkað eignarskattin verulega með öndvegisbrefum. Öndvegisbrefin eru einvörðungu byggð á ríkistryggðum eignum. Þau eru örugg og eignarskattsfrjáls. Öndvegisbref, áhyggjulaus fjárfesting fyrir menn eins og Pétur, sem aldrei muna eftir endurnýjun eða gjaldögum. Umboðsmenn Landsbréfa HF eru allt land. Getur þú haldið upp í skrifstofunni án pennans? Nei. Pennin, stöðugar skrifstofuvörur. Í Borgarnesi getur þú átt þægilegt og fjörugt frí. Greiðsludreifing ný þjónusta fyrir Eurocard korthafa. Tvisvar á ári getur þú dreift greiðslum á einni mánaðarúttekt á 3 mánuði. Með einu símtali getur þú þannig jafnað greiðslubyrði þína þegar að þér hentar. Fáðu þér Eurocard og njóttu lífsins. Eurocard, frelsi til að njóta. Hæ, Matti hér! Nú stendur sko mikið til hjá Jappis. Við erum að opna í Kringlunni glæsilega tónlistardeild og höfum mikið úrval og samalága verðið. Og rúsinan í pilsandunum opnunartilboðið. Ef þú verslar fyrir meira en 1000 krónur, þá færðu að gjöf hljóðstældi frá Sony sem kostar annars 225 krónur. Alveg hreint ótrúlega ódýrt. Jappis. Í kosningasjónvarpi gerð krafa gæði, hraða og öryggi. Hewlett Packard uppfyllir allar þessar kröfur. Og meira til. Nú, það stefnir í að Kratar á Reykjanesi fái 3 þingmenn en 3. maður á lista þeirra Rannveig Guðmundsdóttir alþingismaður. Ingimar Ingimarsson spurði hana því hvort hún mæti úrslit kosninganna, eða það sem komið sem tilmæli að núverandi stjórnarflokkar haldi áfram stjórnarsamstarfi sem þeir virðast ætla að fá til þess fylgi. Nei, sko ég ekkert tilbúin að túlka niðurstöðuna í þessu sem eitthvað sérstakt stjórnarmunstur. Við vorum með svona niðurstöðu eftir kosningarnar í vor hér í Kópavogi og fengum náttúrulega allt annað stjórnarmunstur. Svo það ekki einhver regla í þessu. Í augnablikinu ég kannski mun uppteknar af því hver staða okkar verður, hver styrkur míns flokks verður til þess að fara til samstarfs og viðræðna eftir þessa kosninganótt. Ég ekki tilbúin að ákveða munstur í sitthvor áttina núna. Minna upptekin af því en stöðunni. Þannig að þú getur alveg verið spennt eftir samstarfi myndun tveggja-flokka ríkisstjórnar til dæmis eftir þessu kosningu? Ég veit það ekki. Ég nú ekki manneskjan sem hingað til hef litið til Sjálfstæðisflokksins en ég ætla ekki að afskrifa neins konar samstarf eftir þessa kosningunótt. Ég vil sjá hver styrkur hvers flokks verður og hvað menn vilja saminast. Jæja, elskunnar. Ekki kominn tími til þess að stíga vals í stofunni núna? Og hver betri til þess að leiða okkur í því heldur hún Jóhanna Linnet og við skulum bara gefa tóninn.
Og hér áðan það var fljótaskrift af ýmsum hlutum, það virðist vera sem tölunar komi alltaf allar í hóp og við okkur gefist svona lítill tími til þess að fara almennilega vel ofan í þetta og spekla þetta aldrei í því. Það Suðurland sem okkur tókst ekki að fara alveg nógu vel ofan í síðast þegar tölur frá Suðurlandskjördæmi komu og það ætlum við að gera núna og við skulum líta á prósentuskiptingu atkvæða í Suðurlandskjördæmi því að við komum því ekki að áðan. Þar var Alþýðuflokkurinn með 640 atkvæði og já, við förum beint á þetta. Við skulum fá skífurit með prósentum. Okay. Ja, Nei, við verðum að skrá tölunar inn aftur til þess að fá prósentuskiptinguna á milli flokka í Suðurlandskjördæmi. Við náðum því ekki áðan vegna þess hvað voru mikið læti. A-listi var með 640. Samtals voru 7.739 7.739 og það
A-listin var með 640 atkvæði og það segir okkur hann sem 8,4%. B-listin var með 2184 og það er 28,6 samkvæmt þessu og D-listin 2547 og F-listin 336. G-listin var með 1513 atkvæði, H-listin 21, VAF-listin 317 og Þ-listin 84. Og þá væri mjög fróðlegt að bera þessar tölur saman við það sem var í kosningunum síðast og kannski við ættum að fá þingmannaskiptinguna núna og ég get talað prósentuna og við vorum Alþýðuflokkurinn var síðast með 10,6%, hafði ekki þingmann þá, núna með 8,6% og lengi vel virtist sem Árni Gunnarsson yrði þingmaður fyrir Sunnlendinga og svo getur við þetta farið enn því að hlutinni geta breyst. En útlitið í augnablikinu þannig að hann falli út af þingi. B-listin var með 26,9% í síðustu kosningum og bætir við svo fyrir upp í 28,7 núna heldur sínum þingmannafjölda. Sjálfstæðisflokkurinn bætir mjög lítið við sig, fer úr 32,5 í 34,4 en hann bætir við sig þingmanni á Suðurlandi og frjálslyndir fá ekki mannkjörin. Óli Þór Guðbjartsson var þingmaður borgaraflokksins þarna síðast en hann ekki kjöri sem efsti maður á lista frjálslyndra síðast. Nú ég var með aðeins vitlausa tölu fyrir Sjálfstæðisflokkin því að ég var með gamla prósentutölu, nýja prósentutala fyrir Sjálfstæðisflokkin 33,3 og þá viðbótin orðin sáralítil frá því kosningunum 1987. 33,3% fyrir Sjálfstæðisflokkin upp úr 32,5 en þeir fá engu að síður mann í viðbótarna. Kvennalistin fær ekki mann og tapar aðeins fylgi en G-listin, það mjög athyglisvert að G-listin og þar Margrét Frímannsdóttir, formaður þingflokks Alþýðubandalagsins eftir maður á lista, bætir mjög verulega við sig fylgi þarna, fer úr 11,5 í 19,8% og það umtalsverð fylgisaukning G-listans í þessu kjördæmi. Ef að sjá hvað baráttan stendur þarna? Við ættum kannski að líta á það því að það hlýtur að vera mjótt á mununum. Ég hef allavega tilfinningu fyrir þessi mjótt á mununum. Við skulum líta aðeins á það. Og næsti maður þarna til þess að vera kjördæmakjörinn þarf 814 atkvæði og það búið að telja allt nema utan kjörfundar atkvæðin ef ég mann rétt á Suðurlandi þegar á Selfossur duglegir menn. Þannig að það nú kannski ólíklegt. Valgarður að verði mikla breytingar frá þessu? Það munar ekki miklu á öðrum manni G-lista síðast og á Eggert Haukdal. Þannig að við skulum ekki bóka neitt ennþá. Það ekki hægt að bóka ennþá en þá við eigum vona tölum frá Vestfjörðum eftir 10-15 mínútur. Það vona tölum frá Austfjörðum eftir 10-15 mínútur. Frá Vestfjörðum, segir Kristín, en áður en að við komumst þangað að þá ætlum við aðeins að kíkja á aðfæri spaukstofumanna. Okkur byrjuð þetta, ég kann þetta ekki. Komið það, eða fyrir guðtrökk temninga, atkvæðin og 2012 Reykjavík, Dussel. Já, þá verða lesnar upp nýjustu tölur úr Reykjavík. Það A-listi Alþýðuflokks. Þetta A-listan alflokksins og 6. B-listi Framsóknarflokks. B-listi Framsóknarflokks, tengum við dáta til og dagframst að hafa þetta hálinn okkur næstir í. Og 9. D-listi Sjálfstæðisflokks. Sjálfstæðisflokks, nú þetta hattkvæm og dröðsvandast og að bókastónu okkur bara því tók ég. G-listi Alþýðubandalags. Bandalags, stórbangur og flottar stelpunar eða aftur og ganska þetta nokk bara nætti að telja það er skoðun að þetta stressa að flottar stundu G-listi Frjálslyndra. Frjálslyndra verður stór ganska ég ekki flögin neyðir og 8. Og loks það Þ-listi Þjóðarflokks mannsins. Hvað Þ-listi Þjóðarflokks? Og 2. Þetta voru nýjustu tölur úr Reykjavík. Þetta búðandalegt að lóða Reykjavík. Heppið það búðandalegt að lóða Reykjavík. Ekkert náttúrulega. Það búið. Eins og hvernig þetta
gera stjórnmálaflokkarnir hvaðina til að krækja sig sem flest atkvæði. Það að segja smala eins og oft nefnt. Nú á kjördag stendur smörurinn hvað hæst. Það eins og mismunandi hvað flokkarnir ganga langt í því að smala. Svona, góður. Blessaður, það svona eftirræfna svona, það svona hverju tegða. Við alþýðu bandalagsmenn, við erum alltaf kosum og svo launin, EBM, ekki skattleysis, launaskrið og svona, og svo búið. Hver það? Siggi Óla Ragnar. Nei, þetta Össur Skarphéðinsson. Össur Skarphéðinsson, hann í alþýðuflokknum maður. Nei, ég var að herma eftir hana sko, þegar hann var í alþýðu bandalaginu svona, launa og alltaf og svo búið. Já, þetta gengur allt aldrei hratt fyrir sig og við komumst ekki almennilega að hérna áðan frá Suðurlandi, frá hótelinu á Selfossi. En eins og við komum inn á áðan þá virðist nú vera sem að kjörsókn hér í Suðurlandskjördæmi sé 88% og það kusu 11.181 á kjörstað og utan kjörstaðatkvæði voru 1.001 sýnist mönnum samkvæmt bráðabirgðatölum. En á kjörskrá voru 13.855 og það vekur athygli eins og þið sögðuð áðan að fylgi Alþýðubandalagsins hefur aukist verulega, það er komið í tæp 20% og það kom einmitt hér upp úr einum kjörkassanum áðan smá vísa sem er tilenguð Margréti Frímannsdóttur sem er í fyrsta sæti á G-listanum og ég er smá leyfin að fljóta hérna. Kýs ég helst að kjósa þig, konan Lokka Bjarta, hennar augu heilla mig himins bláma skarta og við skiptum aftur til Reykjavíkur að þessum orðum sögðum. Nú, við ætlum að heyra aðeins í Inga Birni en gangað því. En það er ein fjölmennasta kosningavakan í Reykjavík eins og við að búast hjá stærsta flokknum í borginni, Sjálfstæðisflokknum og Árni Snævar leit inn til þeirra á Hótel Sögu. Það er mikið fjör á dansgólfinu á kosningahátíð Sjálfstæðismanna á Hótel Sögu en þó virðist sem sigurgleðin sé raunin ekki mikil. Sjálfstæðismenn á kosningavökunni Reykjavík virtust flestir hættir að fylgjast með nýjustu tölum þegar sjónvarpsmenn bara garði. Af samtölum við fólk virðist ljóst að almennir flokksfélagar hafa orðið fyrir miklum vonbrigðum með úrslitin og það þrátt fyrir að flokkurinn bæti við sig og það verulega með við síðustu kosningar. Þingmannsefni flokksins voru fæst sjáanleg en þó heimtuðu þar fyrir Inga Björn Albertsson. Manni sýnast úrslitin vera á þann veg að Sjálfstæðismenn fái tilbaka fylgið frá borgaraflokknum en ekki mikið meira. Eru þetta vonbrigði?
Já, ég verð að segja það, vissuleyti það. Ég fagna vísu því að við skulum fá það fylgi tilbaka, en ég verð að viðurkenna það, ég bjóst við svona örlitlu meira en það. Telurðu að það hafi ekki gengið upp hjá Davíð Oddssyni að ná góðri kosningu fyrir sjálfstæðismenn? Telurðu að foringjaskiptin komið þarna eitthvað málunum við? Nei, ég held að þau komið þessu máli ekkert við. Ég held að kosningabaráttan eins og hún snerist og ég veit ekki hvort ég á að fara út af það í löngu máli en menn bjuggu til hér ýmsa grílur eins og til dæmis EB-gríluna sem að ég held að hafi skadað okkur í þessari kosningabaráttu. Hún var til þess held ég að við náðum ekki meira fylgi heldur en raun bara vitni. En hvernig líst þér á stöðuna, heldur þið að sjálfstæðisflokkurinn sé dæmdur í stjórnarandstöðu eins og staðan er núna? Ég er pínlítið hræddur það, ég verð að viðurkenna það. Ég held að stjórnarflokkarnir í dag, þeir munu reyna að ná saman aftur og að hér því miður komi vinstri stjórn á ný. Takk að yfir. Ice Blue, kaldur og frískandi. Ice Blue, rakspírinn frá Williams. Ferosa Special EFI, jeppi ungu kynslóðurinnar. Sunquick, magna þykni, hrist með ísköldu vatni og þú fær 40 glös af bragðgóðum appelsínudrykk. Sunquick frá íslensk-ameríska. Í þessu eldhúsi er ekkert mál að... Nei, annars, það er ekki hægt eða það. Samskonar egg. Öðruvísi eldhús. Við byggjum á breiddinni. That orange Fanta fizz. Ooh. Listen to the beat of the bubbles on your tongue. You can feel the fizz of the Fanta going down. Yeah, sip on this. Fanta makes music, music in your mouth. Fanta makes music, music in your mouth. Getur þú haldið upp í skrifstofunni án pennans? Nei. Pennin, stöðugar skrifstofuvörur. Það er eins og sumir geti leitt sem er en aðrir. Okkur getum við aldrei farið neitt. Vanskil kosta sumarfjölskyldur tugi þúsunda árlega. Notaðu peningana þína í eitthvað ánægjulegra en dráttarvexti og vanskilakostnað. Við minnum á gjalddaga húsnæðislána 1. maí. Afi minn fór ánum rauð, út í búð með hraði. Sækja bæði sykur og brauð og nissa súkkulaði. Nú eru áramót hjá Happdrætti í dag því við hefjum nýtt happdrættisár. Vinningslíkur eru miklar því 60% af miðaverði fara beint í vinninga. Heildarverðmæti vinninga er 288 milljónir króna. 40% af miðaverði renna til velferðarmála aldraðra. Aðalvinningur er 15 miljón króna parhús af Aflagranda 25. Fáðu þér miða við drögum 8. maí. Happdrætti DAS, þar sem vinningarnir fást. Ertu með út í heim? Út í heim, ferðabæklingur flugleiða
er einstakur leiðavísir 19 borgir og 15 þjóðlönd austanhafs og vestan, grundvöllur að ógleymanlegri upplifun. Út í heim fæst á söluskrifstofum flugleiða, hjá umboðsmönnum okkar og hjá ferðaskrifstofum. Taktu ákvörðun strax, komdu með okkur út í heim. Flugleiðir. Hvað færðu fyrir mikil innlánsviðskipti í bankanum þínum? Ég fæ til dæmis fría yfirdráttarheimild, ókeypis tékkafti, frítt greiðslukort, ég fæ sent reglulega heildaryfirlit yfir öll mín viðskipti og svo hef ég minn eigin þjónustufulltrúa í bankanum sem sér fjármálin. Bara svo eitthvað sé nefnt. Vildarþjónusta Íslandsbanka. Til mikils að vinna. Íslandsbanki. Í takt við nýja tíma. Hi again, damn it. This is your leading lady, Dionne Warwick from the United States of America. The next song I'm gonna sing in this beautiful Burt Bacharach Hall David trilogy unfortunately became one of my favorite songs ever. Sad as can be, my leading ladies have cried their eyes out, and it goes something like this. If you see me walking down the street and I start to cry each time we meet, walk on by, walk on by, make believe that you don't see the tears, just to let me grieve in private, 'cause each time I see you I break down and cry. Walk on by, don't stop. Walk on by, don't stop. Walk on by. I just can't get over losing you, and so if I say walk on by, walk on by. Foolish pride is all that I have left, so let me hide the tears and the sadness you gave me when you say goodbye. Walk on by, don't stop. Walk on by, don't stop. Walk on by, don't stop. Walk on. Walk on when you say goodbye. Walk on by, don't stop. Walk on by, don't stop. Now you really gotta go, so walk on by. Don't stop. Make believing and see the tears to cry. Stop. Now you really gotta go, so walk on by. See the tears are cry. Thank you, thank you, thank you, ladies. Já, við erum að fá nýjar tölur á Austurbæjarskóla, við skiptum þangað. Hér í Íþróttahúsinu í Austurbæjarskóla er byrjað að telja utan kjörfundaratkvæði. Talningi hér er í fullum gangi, menn búast við því að henni ljúki eftir 2 klukkustundir. En það er líka farið að fara yfir útstrikanir á seðlunum.
Það líka farið að fara yfir útstrikanir á seðlunum og mér sagt að þær séu mjög margar hjá Framsóknarflokki. En hér koma tölur. Við þurfum að bíða aðeins eftir tölum frá formanni yfirkjörstjórnar, Jóni G. Tómasinni. Hann ekki komið að skráða út af það. Hér atkvæði umboðsmenn sem við höfum metið gild, þó það sé notað aðeins sínum. Hér atkvæði sem við höfum metið ógild. Viljið þið fara yfir það? Skoða það? Já, þá erum við tilbúinir með nýjar tölur hérna úr Austurbæjarskólanum. Og nú erum við búin að telja 52.550 atkvæði og eru þá langt komin með atkvæðin sem greidd voru í dag á kjörfundi. En þessi 52.550 atkvæði hafa fallið sem hér segir. A-listi 7.500, B-listi 5.000, D-listi 24.300, F-listi 650, G-listi 7.200, H-listi 100, VAF-listin 6.800, Z-listi 250 og Þ-listi 750. Já, við skulum þá sjá súluritið og sjá hverju þetta breytir. Þetta virðist nú litli breyta, svona við fyrstu sýn. Eigum þá ekki bara breiða okkur austur og firði þar sem að þeir eru tilbúinir með tölur. Það Seyðisfjörður næst tilbúin með tölur, við skiptum til Árna Magnússonar á Seyðisfirði. Gjörðu þið svo vel. Já, þetta alveg að koma og það bara rétt að verða að tengja og nú það komið. Já, þá eru konar tölur hér í Austurlandskjördæmi, trúlega næst síðustu tölur hér og ég hef grunn að það sé eitthvað spennandi að gerast. Lárus Bjarnason, formaður yfirkjörstjórnar. Já, hér í Austurlandskjördæmi hafa verið talin 3.513 atkvæði og þau hafa fallið sem hér segir. A-listi 380, B-listi 1470, D-listi 660, F-listi 6, G-listi 651, H-listi 49, VAF-listi 158 og Þ-listi 84. Þetta voru tölur úr Austurlandskjördæmi. Já, við skulum rétt aðeins kíkja á súluritið og við sjáum að það er óbreytt frá því sem áður var. Við skulum fara strax yfir í súlurið, yfir í kökuritið eða skífuritið sem við kallum. Já, skífuritið, takk. Já, og við sjáum þarna að B-listin, að Framsóknarflokkur hefur þarna 2 menn, D-listi Sjálfstæðisflokkur 1, G-listi Alþýðubandalags 1 og jöfnunarmaðurinn er eins og fyrr af A-lista. Ég var að sjá hversu hörð barátt háð þarna á milli manna og flokka. Já, við sjáum þarna 4. þingmaðurinn er Hjörleifur Guttormsson með 651 atkvæði á bak við sig, en Jónas Hallgrímsson, hann vantar 487 atkvæði til þess að fella Hjörleif úr þessu sæti. Ef ég man rétt að þá var Jónas inni áðan, er það ekki rétt munað? Nei, það held ég ekki. Nei, hann er svolítið ekki verið, þetta er svolítið misminni hjá mér. En jöfnunarmaðurinn er séra Gunnlaugur Stefánsson í Heydölum. Já. Og ég var að sjá hvort að landsbáin hefur brist eitthvað með þessu. Já.
líta aðeins mjög fljótlega á það og svo kíkjum við kannski nánar á tölutan í Reykjavík. Já, við sjáum það að hún hefur ekkert breyst og... En hversu tæft ætlaði að standi? Nafnalisti? Já, úttekt jöfnunamanna. Já, úttekt jöfnunamanna, þá fáum við að sjá. Heyrðu, býttu nú við, Bolungarvík, við ætlum að fá nýjar tölur að vestan. Nú býttu nú við, eitthvað er það málum blandið, hvort að það sé að koma, Helgi Gjörsson. Við skulum bara halda fram með þetta þá meðan, en við sjáum þarna að 13. jöfnunamadurinn er hjá Sjálfstæðisflokki og er þá 2050 þingmaður Sjálfstæðisflokksins. En Alþýðubandalagið vantar þarna 213 atkvæði, þar sé að flokkin á landsvísu vantar 213 atkvæði til þess að hreppa þetta sæti Sjálfstæðisflokks. En það er Akureyri er verið tilbúin? Akureyri er tilbúin, já. Athyglisvert hins vegar að staða Sjálfstæðisflokksins hefur veikst og við förum norður yfir heiðar. Nú, jæja, hvað er þetta? Það er eitthvað rugl á þessu. Akureyri fyrir að koma, en það sem ég ætla að segja er það að Akureyri gjör svo vel. Hann var ekki til. Já, nú hafa öll atkvæði í Norðurlandi eystra verið talin, það eru loka tölur og áður en ég les þær þá langar mig til þess í nafni yfirkjörstjórnarinnar að færa öllum undirkjörstjórnum á Norðurlandi eystra og öllu starfsfólki okkar þakkir fyrir vel unnin störf. Það greiddu atkvæði 15.900 manns nákvæmlega. Á kjörskrá voru 18.428, þannig að atkvæði greiddu 86,28% og þau féllu þannig. A-listi Alþýðuflokks 1517, 1517. B-listi Framsóknarflokks 5383, 5383. D-listi Sjálfstæðisflokks 3710, 3710. F-listi Frjálslyndra 148, 148. G-listi Alþýðubandalags 2794, 2794. H-listi Heimastjórnarsamtaka 302, 302. Vaff-listi Samtakum kvennalista 750, 750. Þ-listi Þjóðarflokks og Flokks mannsins 1061 atkvæði, 1061. Auðir seðlar voru 226, ógildir 9, samtals 15.900 atkvæði nákvæmlega. Takk fyrir. Ekki tíma til þess að dveljast við þetta því að við erum að fara vestur til Bolungarvíkur. Aðrar tölur þaðan sem við fáum núna, væntanlega. Og þá eru að koma nýjar tölur frá Vestfjörðum. Björgvin Bjarnason tilkynnir úrslitin í þessari umferð. Það hafa verið talin í Vestfjarðakjördæmi 4.387 atkvæði og þau hafa fallið þannig. Það eru 4.387 atkvæði talin. A-listi Alþýðuflokks 734, 734. B-listi Framsóknarflokks 1156, 1156. D-listi Sjálfstæðisflokks 1507, 1507. G-listi Alþýðubandalags 473, 473. F-listi Frjálslyndra 25, 25. Vaff-listi Samtaka kvennalista 388, 388 og Þ-listi Þjóðarflokks Flokks mannsins 104, 104. Takk fyrir. Já, það virðast nú hafa orðið einhverja breytingar þarna frá því við fengum síðustu tölur og við sjáum að Alþýðuflokkurinn, hann hefur unnið mikið fylgi síðan við sáum síðustu tölur. Úr 10,6 í 16,7. Ef við kannski sjáum súluritið.
Þeir eru með 1 mann, hafa mist 1 frá síðustu kosningum. Framsóknarmenn eru með 1 mann líka, þráttur hafa unnið, talsvert fylgi virðist vera. Sjálfstæðismenn eru með 2, halda sínum 2, þó þeir hafi líka unnið á. Alþýðubandalagið er með 1, vinnur þarna mann frá síðustu kosningum og nú er flakkarinn kominn á Vestfirði, en hann er enn í kvennalistanum. Já. Nafnalisti kannski, sjá hversu tæft þetta er. Já, við sjáum þarna að framsóknarmaðurinn, Pétur Bjarnason, hann vantar 322 atkvæði á að fella út Sighvat Björgvinsson. Og Kristín H. Gunnarsson á G-lista, eftir maður á G-lista, er þarna jöfnunarmaður. Og Jóna Valgerður Kristjánsdóttir, hún er flakkarinn. Hún er flakkarinn núna, já. Og enn er það kvennalistinn. Þau eru þarna bæði ný frá því síðast, bæði Sighvatur og Jóna Valgerður. Frá því að við lítum í fyrraskiptið til Vestfjarða. Eigum að skoða nafnalistan líka í Norðurlandi eystra. Já, við skulum gera það. Og fara síðan í landsbána? Já, við ætlum að gera það. Við höfum lítinn tíma eða engan tíma til þess að skoða Norðurlandi eystra. Við skulum aðeins skoða, já, Valgarður. Allt í lagi, þetta var fram. Já, Norðurlandi eystra, nafnalisti Norðurlandi eystra. Og þetta eru úrslit í Norðurlandskjördæmi eystra. Það er búið að telja, það eru komnar lokatölur þaðan, þannig að þetta eru væntanlega. Með fyrirvara jöfnunarmanninn, því að hann getur ráðist af atkvæðum í öðrum kjördæmum. Já, en þetta eru lokatölur úr kjördæminu, kjördæmiskjörnir standa þarna. Jú, við skulum líta á það hvaða menn þetta eru sem að þarna verða. Samkvæmt því verður fyrsti þingmaður Norðurlands eystra, Guðmundur Bjarnason, annar þingmaður Halldór Blöndal, þriðji þingmaður Valgerður Sverrisdóttir og fjórði þingmaður Steingrímur J. Sigfússon og áfram með það. 5. þingmaður er Tómas Ingi Olrika kominn á þingi fyrsta sinn og Jóhannes Geir Sigurgeirsson, B-listamaður sömuleiðis og Sigbjörn Gunnarsson nýliðinn einn, en ef að svo fer, það er ekki öruggt að hans hafi krækt sér í þingsæti ennþá. Það mun koma í ljós og það fer eftir úrslitum í öðrum kjördæmum, hvort að Sigbjörn verður þingmaður á næsta kjörtímabili eða ekki, en hinir 6 hafa verið kjörnir þingmenn samkvæmt lokatölum í Norðurlandskjördæmi eystra. En ef við kannski að fá frekar nafnalistan í Reykjavík, síðustu tölu það. Það er að kíkja kannski hvað flakkarinn er núna. Já, einmitt, við skulum sjá ferðalagflakkarans, hvar hann var síðast. Hann var síðast í Norðurlandskjördæmi eystra og er... Hann flýgur hérna, það er komin. Þetta er kvennalista þyrla, því að kvennalistin hefur haft þessa þyrlu í alveg fastri leigu í allt kvöld. Og þetta er núna Jóna Valgerður Kristjánsdóttir sem er í efsta sæti á kvennalistanum, af halvu kvennalistans. Var í síðustu kosningum efsti maður á lista Þjóðarflokksins, ef ég man rétt, og þá fekk Þjóðarflokkurinn fleiri atkvæði hlutfallslega á Vestfjörðum en nokkuð staðar annar staðar. Og var reyndar inni lengi vel framan á nóttu, ef maður rétt. Já, var reyndar inni, þannig að núna virðist sem Jóna Valgerður hafi komist inn á þing. En ef að svo horfir sem nú er, en við höfum séð flakkaran flakka, þannig að það geti breyst enn á ný. En við látum að flakka að hún sé flakkarinn núna. En við skulum þá fara til Reykjavíkur aftur að fá nafnalistan eftir síðustu tölur. Við komstum ekki yfir það á það. Nei, við komumst aldrei í það. Já. Og fyrstu 6 þingmennir eru Sjálfstæðisflokksins, þá er það Jón Baldvin Hannibalsson af Alþýðuflokkslistanum og þá 7. Sjálfstæðismaðurinn Geir Haarde. Já, við sjáum þetta að Kristín Einarsdóttir og Guðmundur Hallvarðsson eru þarna jöfnunarmenn og væntanlega 2 í viðbót. Auður Sveinsdóttir sem er nýþá frá því við skoðum við síðast. Já, og hún hefur bæði verið inni og úti. En samkvæmt síðustu tölum var hún úti. En nú er hún inni. Og Kristín Ásgeirsdóttir. Þetta er sömu. Valgarður, 401 atkvæði skortir kvennalistan til þess að fá Kristín Einarsdóttir kjördæma kjörna. Án ábyrgðar frekar ósynlegt, það var búin að telja það mikið, en... Án ábyrgðar? Já, eins og alltaf. Já. En ef við þá kannski fá landsmanna? Það skiptir það ekki máli, hún er það inni sem jöfnunarmaður og ætti að halda því. Já. En það verður gaman að kannski sjá landsbána þá núna, eftir að hafa fengið þessa nýju tölur. Landið allt. Landið og miðin. Það
þarna hafa gerst hlutir, þarna hafa orðið breytingar. Nei, Framsókn hefur tapað manni og Framsókn hefur tapað þeim manni yfir til Alþýðubandalagsins miðað við síðustu stöðu eins og hún var. Alþýðubandalagið með 10, Framsókn með 13. Sjálfstæðisflokkurinn með 25 eins og síðast, Frjálslyndir fá engan, Alþýðubandalagið 10 og Kvennalistinn 5. Þannig að þetta er alveg eins og síðast þegar við skoðum nema að Framsóknarflokkurinn hefur mist mann. Já, ég hef ekki kíkjað eins á stöðuna, ég hef svona ákveðin grunum að það gæti verið mjótt á mununum. Já, það verður svo sannarlega að segja, 56 atkvæði. Sem skilja þarna að Alþýðubandalag og samtök kvennalista. Já, en áðan var ég að reyna að bögla því út mér en kom því ekki vegna þess að þá vorum við það að byrja að fá tölur hún Norðurlandskjördæmi eystra, að þá höfðu orðið þær breytingar að þá var Sjálfstæðisflokkurinn næsti að falla út en nú hefur það aftur breyst og nú er það Alþýðubandalagið sem stendur tæpast samkvæmt þessum tölum. Við ættum kannski að líta á skífurit yfir landið allt og sjá þar hvernig þessi staða er. Og þá í fyrsta lagi þá er þumalfingurinn upp sem þýðir það að ríkisstjórnarflokkarnir hafa meiri hluta þingmanna á Alþingi og þarna er kvennalista kona að banka á eins og við sáum og ef að verður lokið upp fyrir henni og henni hleypt inn að þá verður Alþýðubandalagsmanni vísað út úr þingsölum samkvæmt því og kvennalistin hefur einnig flakkaran eins og við sáum áðan í augnablikinu. Þetta á eftir að telja það bil fjórðung atkvæða eða svo. Já, þetta er þetta miðað við kjörskrá og svona einhverja staðlaði kjörsórn. Við erum ekki komið með hversu margir greiddu yfir all landi. Nei, þannig að það gæti jafnvel verið meira. Gæti verið eitthvað meira, ég skal ekki sverja fyrir Kjörsókn til dæmis í Suðurlandskjördæmi sýndist mér vera minni heldur en var í síðustu kosningum. Já, mér hefur síðust að vera í flestum kjördæmum en ég er nú ekki punktað nákvæmlega niður hjá mér. Nei. En hérna getum við ekki fengið skífurit sem að sýnir okkur prósentuna hvernig... Já. Já, þarna fáum við það. Já, við sjáum þarna að það hafa vorið þarna bara smávægilega breytingar. Síðast við vorum að skoða þetta að þá var A-listinn með 15% en núna með 15,5%. Síðast við skoðum þetta þá var B-listinn með 19,5% en er núna með 18,7% og það hefur orðið örlítil breyting hjá D-lista líka, þó sára lítið því að hann var með 38,6% síðast við skoðum þetta en núna með 38. Ekki þetta hefur með 38,1 síðast. 38,1. Nú þá er þetta nú bara það sama. Já. Nú G-listinn hefur er þarna með 14,8 en var með 15,1 áðan og 15,0 held ég síðast. Jú, 15,0. Þú hefur mist úr tölur hérna. Já, þá er þetta, já. Ég skal sýna þér það síðustu. 15,0 í 14,8 og kvennalistinn hefur bætt við sig úr 8,3 í 8,8. Þetta eru breytingarna sem hafa orðið og það er kannski sjálfsagt og eðlilegt að fyrst við erum með stjórnmálafræðing hér í stúdíónu hjá okkur að leita álits hans á þessum tíðindum og því sem að gerst hefur. Helgi H. Jónsson og Ólafur, ætlið þið kannski að spá aðeins í þetta eins og staðan er núna fyrir okkur? Já, Ólafur, samkvæmt þessu þá eru núverandi stjórnarflokkar með samanlagt 33 þingmenn en ef við reynum að líta á stjórnarmynduna á loknum kosningu þá eru þetta sjálfgeið að hljóti einhver flokkur hreinan meirhluta þá feli forseti Íslands formann hans að mynda stjórn en að því undanskildu er þá einhver hefð fyrir því hver fyrstur fái umboðið? Já, það eru engar fastar reglur það hefur verið ýmist. Stundum hefur fráfarandi forsætisráðherra fengið umboðið, stundum hefur sá sem að mest hefur unnið á fengið umboðið og stundum hefur það verið einfallega stærsti flokkurinn. Þetta hefur verið svona dálítið breytilegt hvernig forsætar hafa farið með þetta. Kristján Eldjá til dæmis fór nú gjarnan eftir stærð, forsætar á undan gerðu það miklu síður og Vigdís Finnbogadóttir hefur kannski verið þarna mitt á milli. En lengd umboðsins hverju sinni er einhver regla fyrir því eða hver er
Hvað hefur verið það venjulega í því efni? Það fer nú eiginlega bara eftir, hefur nú eiginlega bara farið eftir ganginum held ég í viðræðunum. Forseti getur reyndar sett fresti, en það er ekkert fast ákveðið ef að forseti metur það svo að það sé sæmilegur gangur í viðræðunum, þá fá menn að halda umboðinu. En hvað hefur til jafnaðar svona tekið langan tíma að mynda stjórn hér á landi? Það hefur nú gjarnan tekið langan tíma og það er nú kannski ástæða til að undirstrika að ýmsir og kannski ekki síst svona fjölmiðlamenn þeir verða nú stundum svolítið óþolinmóðir ef að stjórnarmyndun dregst á langinn. Það hefur verið mjög algengt að stjórnarmyndun taki 1 til 2 mánuði. Það hefur verið reglan eiginlega frá 71, oftar ef ég man rétt 2 mánuði. Já. En ganginu hvorki né reki, hvaða svipu hefur þá forseti á pólitíkusna? Já, hann hefur á endanum náttúrulega þá svipu að mynda utanþingsstjórn. Það hefur reyndar aðeins einu sinni verið gert. Utanþingsstjórnin 1942 þegar að Sveinn Björnsson myndaði hana, en án þess að það hefur nú verið staðfest þá hefur nú verið grunur að forseti hafi kannski í einhver skipti svona hótað stjórnmálamönnum því að ef að þeir færi nú ekki að koma sér saman þá mynda utanþingsstjórn og menn hafa nú jafnvel grunum að 1980 þegar að stjórn Gunnars Thoroddsen var mynduð að þá hafi nú jafnvel verið komin svona hafi svona utanþingsstjórn verið komin á kort. En þú varst að tala um óþolinmóða fjölmiðlamenn þarna áðan, heldur að það hafi raunverulega einhver áhrif eða geti hafa haft áhrif einhverju sinni? Nei, ég skal nú ekki segja það endilega. En eftir hverju er hlutverk forseta Íslands í þessu eiginlega móta? Hver er fyrirmyndin? Já, þetta er í rauninni, þetta má í rauninni segja, þetta er arfleið frá konungdæminu, náttúrulega áður en að lýðræði komst á, þá náttúrulega bara myndaði konungurinn sitt ráðuneyti. Nú, það má segja að í nágrannalöndunum þá hafa konungar sumir ennþá þetta eða sambarilegt vald við forseta Íslands, það er að segja að þeir ákveða hvaða stjórnmálaforingi fær umboðið að loknum kosningum. Hins vegar hefur þess nú verið breytt sumstaðar, til dæmis í Svíþjóð, þar sem að nú orðið er það forseti þingsins sem að er með þetta. En það má segja í rauninni að þetta sé helsta pólitíska vald sem að forseti Íslands fer með, að hann getur raunverulega við ákveðnar kringumstæður haft áhrif á það hvernig stjórn verður mynduð. Mér skilst að þeir tölvumenni geti brugðið upp fyrir okkur þeim möguleikum sem gefast á meirihlutastjórn við þessar horfur sem nú eru. Ef við kannski fá það upp á skjálfi. Þetta er eitthvað annað en við báðum Þetta er nú ekki meirihlutastjórnin, en það er nú reyndar alveg ljóst hverjar þær eru. Það er náttúrulega í rauninni, það sem er ljóst í þessu er náttúrulega að þarna höfum við viðreisnarstjórn. Þetta sem Einar Oddur var að tala um að marga sjálfstæðismenn sem að hefur drjúgan meirihluta. Nú þarna höfum við En þá drýri meirihluta Framsóknar og Sjálfstæðisflokks sem stundum hefur verið kölluð helmingaskiptastjórn, og þarna er Alþýðubandalag og Sjálfstæðisflokkur sem að líka hefur góðan meirihluta, þeir þurfi ekki einu sinni kjörleif, og þarna er núverandi stjórn fyrir utan Borgaraflokkin og hún er með 33 sem að er starfhæfur meirihluti báðum deildum miðað við núverandi deildaskiptingu sem brátt breytist, sem að reyndar á að breytast núna, eða menn hafa allir gert ráð fyrir að breytist, þannig að starfhæfur meirihluti af næsta kjörtímabili ætti að verða 32. En Ólafur, svona í lokinni þetta skipti, hvaða stjórnarmynstur heldur þú sem stjórnmálafræðingur að sé líklegast í stöðunni núna? Já, það er nú eiginlega ómögulegt að spá um það. Ég veit, það er erfitt. Það er mjög erfitt, en ég held nú reyndar að það séu ýmsir möguleikar í stöðunni. Það eru náttúrulega ákveðin líkindi á því að þessir 3 stjórnarflokkar haldi áfram. Það er kannski dálítil svona, þeir náttúrulega, menn byggust ekki við því að þeir myndu halda þessum meirihluta.
Hins vegar það engan veginn sjálfgefið og við heyrðum það á Jóni Baldvin hér sérstaklega í umræðunum fyrir í kvöld að hann gaf Viðreisnarstjórn greinilega undir fótinn, að minnsta kosti vildi hann alls ekki segja það sjálfgefið að núverandi stjórnarflokkar héldu áfram. Til viðbótar held ég reyndar líka að það sé líka verulega eða sem sé alveg í kortunum að Sjálfstæðisflokkur og Alþýðubandalag gætu myndastjórn. Ég held að hins vegar það sé ólíklegra að Framsóknarflokkur og Sjálfstæðisflokkur næðu saman. Það getur náttúrulega líka hugsast að Jón Baldvin hefði verið að láta svona eða láta þessu liggja til þess að gera sig hugsanlega dýrseldari inn í áframhaldandi núverandi stjórn, það að segja að flokkarna tvekja og Framsóknar. Jón Baldvin í rauninni í óskastöðu, hann í kjörstöðu ef menn vilja segja það vegna þess að hann getur í sjálfu sér selt sig dýrar hvort sem Steingrími eða Davíð ef við orðum það kannski svo óvirðulega og í rauninni má kannski segja þetta alveg til sama Ólaf Ragnar. Ég kemur ekki á óvart ef að það kæmi í ljós að núverandi stjórnarflokkar næðu ekki saman að þá myndi það kannski styrkja stöðu Davíðs að Alþýðuflokkur og Alþýðubandalag myndu nú kannski báðir vilja hlaupa undir sængina hjá Davíð Oddssyni. En þetta verður víst að verða lokið hjá okkur. Bolungarvík býður. Það á eftir að telja 1500 atkvæði í Vestfjarðakjördæmi hér í Ráðhúsinu í Bolungarvík. Hérna hjá mér eru þeir Ólafur Þ. Þórðarson, efsti maður á lista Framsóknarflokks og Einar K. Guðfinnsson sem skipar annarsæti á lista Sjálfstæðisflokks. Einar, þið hafið rekið sumpart svolítið sjálfstæða kosningabaráttu sjálfstæðismenn hér á Vestfjörðum. Er það skýringin á þessu fylgi sem þið fáið? Ég held svona eftir svona sviftingasama nótt þá sé rétt að spyrja leikslokum og fullir það ekkit of. Enga síður þetta mjög ánægjuleg vísbending og ég hlýta að álykta það að þetta sé svar Vestfirðinga við málflutningi okkar sjálfstæðismanna. Og til viðbótar vil ég segja það að við urðum varir við það í kosningabaráttuna að á bakvið okkur var fjölmenn sveit, samhent sveit sem að vann með okkur. Framboðslistin var skipaði fólki með ólíkan bakgrunn sem vann vel saman og ég vona að þetta þrennt sé skýringin á því sem að hérna að gerast. Ólafur, bjóst þú við meiri sveiflu yfir til Framsóknar? Það dálítið erfitt að átta sig á þeim tölum sem hér liggja fyrir og hvað þær boða. Ég hef metið það svo að við myndum vinna mest á í þessum kosningum hér á Vestfjörðum. Ég tel að ástæðan fyrir því sé svo að það var samstilltur hópur sem að vann saman og ég vil þakka stuðningsmönnum Framsóknarflokksins fyrir mjög góða þáttöku í þessum kosningum. Ég hygg að það boði viss vatnaskil. Hvernig? Í stjórnmálum á Vestfjörðum. Mér sýnist að yfirburða sigur Sjálfstæðisflokksins í seinustu kosningum sem að þá varð verði ekki endurtekin nú. Einar Oddur minntist á það hér fyrir í kvöld að það að framlengja þjóðarsáttina svo kölluðu. Er það línan sem að þið væntanlegir þingmenn Vestfjarða úr Sjálfstæðisflokki farið inn í nýjan þingflokk Sjálfstæðismanna með? Já, við stöndum heilsugur á baku þjóðarsáttina og skiljum það kannski mæta vel og skiljum það betur vonandi heldur en mjög margir aðrir að það veldur á öllu fyrir okkur hér í þessu kjördæmi að vel takist til stjórn efnahagsmála. Ég held að það verði ekki vandamálið að framlengja þjóðarsáttina með fulltrúum atvinnulífsins og fulltrúum launþega. Ég held hins vegar að það sé nauðsynlegt að breyta stjórnarhætti á hálfu ríkisvaldsins til þess að tryggja áframhald þjóðarsáttarinnar. Ólafur, hvernig skýrir þú fylgistap forsætisráðherra og formanns Framsóknarflokksins á Reykjanesi? Kanntu einhverja skýring á því? Ég lít nú svo á að þegar að flokkur vinnur jafn stóran sigur og Framsóknarflokkurinn vann á Reykjanesi í seinustu kosningum að þá sé það rökrétt að gera ráð fyrir því að þar verði eitthvað útfall. Mér sýnist að
þetta sé svona nokkuð eðlilegt það sem þar hefur gerst. Einar, nú spyrja menn ríkisstjórn, hver þín óskastjórn? Ég held að sé allt of snemmt að segja til það, en það auðvitað okkar óskastjórn, stjórn sem að Sjálfstæðisflokkurinn á aðild að. Við háðum þessa kosningabaráttu til þess að geta breytt stjórnarstefnunni, til þess að hafa okkar áhrif og auðvitað munum við sækjast mjög fast eftir því að komast í ríkisstjórn. Ólafur, hver þín óskastjórn? Viltu að núverandi stjórnarsamstarfi til dæmis verði haldið áfram eða eru aðri möguleikar í stöðunni? Ég hygg að sé rétt að flokkarnir ræðist við að loknum kosningum, en það fer náttúrulega ekki á milli mála að þetta er traust yfirlýsing til núverandi ríkisstjórnar. Það er heildar niðurstaða þessar kosninga og þeir þurfa að hugsa sig áður en þeir hafna að taka mark á því dómi kjósenda. Ég hygg að það fari ekki á milli mála að þetta er traust yfirlýsing í stöðinni. Einar og Ólafur, ég þakka ykkur fyrir að hafa komið hérna til okkar og þá sendum við boltan aftur niður á Laugaveg. Veitu hvað kom svo? Við skulum koma vina mín og Strákar! Hætti að syngja! Það er að koma 9. tölur úr útvarpinu. Stöndið frammi, hlusta þú. Já, svo læstu tölurnar. Já, ussus. A-listi. Já. 23.000. B-listi. Já. 27. Og 7. D-listi Sjálfstæðis. Svona, voðalega er þetta óskýran upplýsingar sem komur út af hún. Getum við fengið þessar tölur aftur? Reynið bara að hlusta þetta fíblin ykkar. Fyrirgefðu. Nei, ég held það áfram. Já, við reynum að fylgjast bara vel með. Hvað er þetta? Þetta eru dauð atkvæði. Já. Já, þetta var sviflegt. Suðurland. Já, ég sé ekki betur en við séum að vinna bara verulega á. Við erum með mann inni á Suðurlandi. Nei, strákar, þetta er Viki Einars. Já, hann situr inni. Norðurland, vestra. Heyrðu þeim hérna á Norðurlandi. Norðurlandi vestra, það er okkar maður úti. Heyrðu, og það er bara fyrir miður og horta orðið, heyri. Hann verður að fara að drífa sér til byggða ef hann ætlaði ekki að verða úti. Heyrðu, Bói. Jú. Hvað er flakkarinn? Flakkarinn? Hann er bara hérna í Reykjavík. Nei, hann er hann. Hver er hann kominn? Sælbúkir. Sæli strákar. Ég er svolítið búinn að flakka allt land. Ég er alveg búinn að vera. Ég trúi því og hvert ykkur leið. Ég veit það ekki. Hvað segir útvarpið? Þá er ljóst að það er ómögst. Nó, það er Egilsstaðir. Guð minn almáttugur. Sjáum. Áblastur. Velsamt. Kvennalistakonur í Reykjavík telja sig geta vel unað við niðurstöður kosningana eins og þær hafa birst fram til þessa. Árni Snævar leit inn á kosningasamkomu kvennalistakvenna í Reykjavík og talaði við Ingibjörgu Sólrúnu Gísladóttur sem skipar efsta sæti VAF-listans í Reykjavík. VAF-listin 4.700, 4.400. Kvennalistakonur í Reykjavík fjölmennt og veitingastaðinn Tveir vinir og annar í fríi. Það er bættur raunar við nafn staðarins í tilefni kvöldsins sem hefur eignast vinkonu. Kvennalistakonur í Reykjavík virðast þolanlega sáttar við niðurstöður kosningana eins og það líta út núna. Það er bæta við sig manni eða öllu heldur konu. Mér finnst þetta í sjálfu sér talsverður árangur að við skulum þriðju kosningarnar í röð halda velli og mér sýnist að minnst okkur ekki verið mikið fylgistaparæða. Það er náttúrulega ekki öll kurl komið til grafar og það er bara búið að telja 50% atkvæði í Reykjavík, þannig að þetta getur nú enn átt eftir að breytast.
En auðvitað, ég var búin að gera mér vonir það svona fyrirfram og hefði sagt mig við þá verið mjög ánægð með það í rauninni að við höfum haldið okkar. En auðvitað vil ég ekki sjá fylgistap, alls ekki. En mér sýnist á þessu að kannski hræðslu áróður, bæði Alþýðubandalagsins og Sjálfstæðisflokksins, hafi náð í gegn í þessum kosningum. Og ef ég á að segja eitthvað svona þetta eins og staðan lítur út núna, að þá ég alls ekki sátt við það ef þessi ríkisstjórn heldur velli, því að mér finnst kannski þá eins og fólk hafi hreinlega kysst á vöndin. Getur verið í ljósi þess að Kvennalistinn hafi mist af lestinni, mist af tækifæri til að festa sig í sessi alla framtíð með því að það ganga ekki inn í síðustu ríkisstjórn? Ja, nú ertu fann að tala í þáskildatíð og það nú afskaplega erfitt að svara svona spurningum. Ég held að það hefði alveg getað gerst ef við hefum farið inn í þessa ríkisstjórn, að við hefum farið afskaplega illa út úr því. Sérstaklega í ljósi þeirra hluta sem þessi ríkisstjórn hefur staðið fyrir og eru mjög andstæðir því sem við viljum gera. Við teljum þessi ríkisstjórn hafi í rauninni svikið gefin fyrirreið, hún hafi brotið mannréttindi ákveðnum hópi launafólks og slíkt getum við alls ekki sætt okkur við. Ef þú ættir að setja eitt skilyrði fyrir þátttöku Kvennalistans í ríkisstjórn, hvert það? Það skilyrði yrði að bæta kjör hinna lægstlaunuðu með einhverjum tiltækum ráðum. Það algjört skilyrði og annað skilyrði sem ég get nefnt væri það að sú ríkisstjórn stæði ekki fyrir aðgerðum sem að hneptu launafólki í hlekki bráðabirgðalaga eða annars slíkra ólaga. Já, við það að berast okkur til leirna núna að það séu væntanlega nýja tölur frá Borgarnesi og við skulum athuga hvert við förum næst, annars hafði okkur ekki borist njósnir því að það væri væntanlega tölur alveg í bráð, en það muni vera tölur fyrir Vesturlandskjördæmi og við skulum skipta yfir til Ólafar Rúnar Skúladóttir, við skulum ekki gera það. Og það, ef ég geti fengið svona skýr fyrirmæli það, hvort að það séu tilbúnar tölur eða ekki, og þá höfum við fengið það að það eru tilbúnar tölur á Vesturlandskjördæmi og við skulum fara í Borgarnes. Jæja, þá erum við komin aftur hérna að Vesturlandi og nú búið að telja öll atkvæði sem greidd voru á kjörstað, en utan kjörfundar atkvæðin eru þó eftir. Það búið að telja 7.785 atkvæði eða svo margir hafa kosið á kjörstað á Vesturlandi. Samkvæmt þeim tölum utan kjörfundar atkvæði sem þegar liggja fyrir virðist kjörsóknin vera 90%. En gefum formanni yfirkjörstjórnar orðið, Gísli. Já, það búið að telja 7.785 atkvæði í Vesturlandskjördæmi og þar með öll atkvæði sem greidd voru í kjördeildum. Atkvæði skiptast þannig: A-listi Alþýðuflokkur 1111 atkvæði, A-listi Alþýðuflokkur 1111 atkvæði, B-listi Framsóknarflokkur 2163 atkvæði, B-listi Framsóknarflokkur 2163 atkvæði, D-listi Sjálfstæðisflokkur 2166 atkvæði, D-listi Sjálfstæðisflokkur 2166 atkvæði, F-listi Frjálslyndra 106 atkvæði, F-listi Frjálslyndra 106 atkvæði, G-listi Alþýðubandalags 1352 atkvæði, G-listi Alþýðubandalag 1352 atkvæði, H-listi Heimastjórnarsamtök 165 atkvæði, H-listi Heimastjórnarsamtök 165 atkvæði, V-listi Samtökum Kvennalista 524 atkvæði, V-listi Samtökum Kvennalista 524 atkvæði, Þ-listi Þjóðarflokks Flokks mannsins 70 atkvæði, Þ-listi Þjóðarflokks Flokks mannsins 70 atkvæði, Auðir 123, Auðir 123 og ógildir 5 eða samtals 7.785 atkvæði. Já, við erum að sjá réttaðins súluritið. Hér hefur ekki orðin einn breyting frá því við fengum síðast tölur frá Vesturlandi og við skulum fara bara yfir í skífuritið og sjá þingmennina.
Við sjáum að A-listi hefur einn þingmann, B-listi Framsóknarflokks 1, G-listi 1 og D-listi 2 hefur 2 og þar af annar jöfnunarmaður. Eigum að sjá hversu hart barist sætin á nafnalistanum. Já, þetta eins og fyrr að 4. maður inn í kjördæmiskjörin Eiður Guðnason með 1111 atkvæði á bakvið sig, en jöfnunarmaðurinn Guðjón Guðmundsson af D-lista. Valgarður, hvernig meturðu? Það verða væntanlega varla mikla breytingar á kjördæmiskjörnum þingmönnum Vesturlands? Nei, það munar þarna 3 atkvæðum á Sjálfstæðisflokki og Framsóknarflokki, en ég held að Framsóknarflokkurinn eigi það langt í að fá jöfnunarmann að það kom ekki til með að breyta þessu. Þau eru skipt aftur sæti, Sturla og Ingibjörg. Þetta gæti hugsanlega haft einhver áhrif á landsspána. Hugsanlega gæti það haft það. Og nei, ég var að sjá hvað munar miklu fá jöfnunarmenn, hvað langt á milli þar. Ef að við gætum kannski aðeins lítið á það. Þetta alveg nákvæmlega eins og vorum með það síðast. Mjótt á munum þarna. Það enn mjög mjótt á mununum. Samt kvennalistinn Knýrdýra 32 atkvæði þarf hann að fá til þess að koma sér upp fyrir Alþýðubandalagið. Getum við séð hvar þá þarf Sjálfstæðisflokkur heldur ekki mikið hlutfallslega aukningu til að komast þarna inn. Nei, því að 713 atkvæði sem hlutfall af heildaratkvæðafjölda hans ekki mjög mikið. Nú, og við ættum kannski aðeins að athuga hvort að flakkarinn hefur fæst úr stað. Getum við gert það? Nei, flakkarinn dansar þarna á Vestfjörðum. Já, og það sem fyrir Jóna Valgerður Kristjánsdóttir. Við ætlum aðeins að fara aftur í Borgarnes. Jú, við ætlum að segja ykkur það að það fer væntanlega styttast í lokatölur héðan. Næst þegar þið heyrið frá okkur verða það væntanlega lokatölur og svo ætlum við að láta fylgja með hérna eina litla vísu sem að kvennalistanum barst í dag og hún hljóðar svo: Mjög auðvelt mannaval, mín svo kenning hljóðar, kvennalistan kjósa skal kjarna minnar þjóðar. Og þar hafði það og við kveðjum í bili. Já, og þá ætlum við að bregða okkur austur á Selfoss þar sem Árni Þórður Jónsson, fréttamaður, ætlar að ræða við Drífu Kristjánsdóttur, efstamann á lista kvennalista, ef mér skeflast ekki. Gjörðu þið svo vel. Já, Bogi, þessi vísa sem hún Ólöf Rún fór með þarna úr Borgarnesi, hún virðist nú ekki eiga við hér á Suðurlandinu, því að þær tölur sem að liggja núna fyrir hér úr Suðurlandskjördæmi fyrir kvennalista eru ekki mjög uppörvandi. Þetta eru rúm 4% en í síðustu kosningum voru þetta 6,6%. Drífa, þetta gengur ekki vel? Nei, það gengur ekki vel. Við vorum búin að vona það við myndum allavega að bæta við okkur 1% eins og skoðanakannanir sögðu til en því miður, það hefur ekki orðið. Hvað gerðist? Ég veit það ekki alveg. Ég er hrædd að hafa orðið dálítið mikill hræðslu áróður og ég er líka hrædd að inn í þeim áróðri höfum við orðið svolítið fórnarlömb, þannig að það hafi orðið umræð það að það væri betra að fá eina konu en enga. Það er að segja að Margrét Frímannsdóttir var náttúrulega mjög óviss sitt sæti á tímabili og ég veit að það var gjarnan sagt í þeim áróðri, við skulum ekki vera að dreifa atkvæðandi kvenna, þannig við fáum kannski enga inn. En hvernig líst þér á gengi kvennalistans þar sem af í öðrum kjördæmum? Já, ég hefði náttúrulega viljað að við sjá það að við hefðum haldið okkar 6 þingkonum inni, en ég vil líka benda á að fyrir okkar tilstilli, held ég, að þá hafa 7 þingkonur bæst inn á þing næsta kjörtímabils. Þannig að við getum líka að lita á þetta sem sigur. Drífa, þakka þið fyrir og áður en við ljúkum þessu hérðan úr Suðurlandskjördæmi bili, þá má geta þess að við bjuggumst við síðustu tölum hér klukkan 4 en nú skilst okkur að það verði einhver bið á því en við skiptum aftur yfir til Reykjavíkur. Kosninganóttin í Reykjavík hefur verið með afbrigðum rólega sögn lögreglu enda fremur fátt fólk á ferli í miðbænum. Það var ekki að sjá í Hafnarstrætinu að það væri laugardagskvöld og ekki reyndist fólki vera á gauk og stöng.
Minni traffík en venjulega út af kosningunni hjá okkur? Frekar lítið. Frekar lítið af fólki í bænum? Já, mjög lítið. Heldur að fólki sé bara heima ára á sjónvarpið? Það lítur að vera, ekki er það hér allavega. Strákar, eru þið eitthvað að hafið áhuga á kosningunum? Já, svolítið svona, aðeins búin að skoða þetta, veltast fyrir okkur. Þið eru ekkert heima að horfa á sjónvarpið og skrifa niður og bera saman við síðustu kosningar? Við vorum nú að því, en svo ákvaðum nú aðeins að kíkja út á lífið svona. En það er alveg nóg að sitja bara á pub með The Doors á fullu og sjá bara myndir það? Einmitt, þetta er akkurat þess að þetta á að vera sko, og sjá, horfa á myndirnar sko, liðinni. Hvað með nú eru þið ekki með eitt sérstakt kosningasjónvarp, heldur það að drægjur aðsókn? Já, kosningasjónvarp, við erum náttúrulega með kveikt hérna á öllum, 6 skermum, þar sem að tölur birtast alltaf. Og fólk er að svona fylgjast með þessu og fagna og tárast. Já. Takk fyrir. Veistu hver er að vinna og hver er að tapa? Já, ekki sjálfstæðismenn. Sem er að vinna og tapa eða? Já, vinna. Hefur ungt fólk engan áhuga á því sem er að gerast? Jú, auðvitað. Ég myndi að það kýr sér í flokk og svo ekkert meira með þannig. Er mikið að gera hjá lögreglunni á kosninganótt? Já, það er allt mjög rólegt hér í miðbænum og ég hef nú ekki heyrt annað að það sé svona almennt í bænum, rólegt. Er þetta rólegra en venjulega? Já, mikið færra hérna í miðborginni heldur en vanalega er. Ert þú eitthvað að spá í kosningarnar? Það er rétt að ekki talaði fólk með fulla munnin. Ert þú eitthvað að spá í kosningarnar? Nei, ég er ekki komið kosningar rétt. Ég vona mamma og pappa sé ekki horfa að hérna. Já, fyrir þetta tæpum 50 árum síðan, á stríðsárunum, þá komu margir erlendir gestir, frægir til Íslands og einn þeirra var Tyrone Power, kvikmyndaleikari. Sagan segir að 2 íslenskar reykvískar stúlkur hafi verið gripnar hátt á vegg þar sem þær voru að freista þess að sjá goðið og þar sá hann þar sem hann stóð á miðju gólfinu á Hótel Borg og mundaði töfrasprotann og auðvitað söng hann. Í hjarta mínu mynd ég ber, sú mynd hún er af sjálfum mér. Þegar fólk fær í hné þá ég finn það og sé ég er sjarmör. Ef í bíó ég fer sé ég myndir með mér, ég er sjarmör. Náturnar horfa á mig þar og í hnjáliðum kikna. Já, þær kikna. Strákarnir stara dolfarnir þegar stúlkurnar vikna. Lán og blikna. Það er ekkert með það enda er það alltalað, ég er sjarmör. Hann er sjarmör. Ef ég spegilinn spyr hver sé sætastur svarar hann þú. Og við hliðin á mér verður þú eins og aflóa garmur. Það er leitt en þó eitt sem að ekkert fær breytt, ég er sjarmör. Þegar fólk fær í hné þá ég finn það og sé hann er sjarmör. Ég er sjarmör. Ef í bíó hann fer sér hann myndir með sér, hann er sjarmör. Ég er sjarmör. Náturnar og í hnjáliðum kikna. Já, þær kikna. Strákarnir stara dolfarnir þegar stúlkurnar vikna. Lán og blikna. Það er ekkert með það undir það að tala. Ég er sjarmör. Hann er sjarmör. Ef hann spegilinn spyr hvers sé sætastur svarar hann þú. Og við hliðin á mér verður þú eins og aflóa garmur.
Það leitt en þó eitt sem að ekkert fær breytt. Ég sjarmör. Ég sjarmör.